Góðan daginn, fundur settur í fjárlaganefnd og velkomin á fund ráðherra. Fyrirkomulega fundarinn sem þeim hætti að fundarmenn og ráðherra fá samanlagt 10 mínútur í fyrra holli. Við gerum ráð fyrir því að geta verið hér til klukkan að vera 10 og reynum að tæma á milli sem sagt fyrirspyrjanda og ráðherra í hvert sinn. Þannig að það var til næsti tekur við og ég bið ráðherrum að hafa kannski örstuttan inngang bara í upphafi og síðan bið ég fundarmennum að gefa mér merki þegar ráðherra hafi málsett. Gjör svo vel. Já, þakka fyrir. Kannski örstutt fyrst varðandi fundartíman. Ég hafði gert ráð fyrir því að fundurinn yrði eins og auglýst var í klukkutíma en ríkisstjórnarfundur hefst klukkan 9:30 en ég get alveg, ef þörf krefur, setja hérna eitthvað lengur heldur en það. Ég þarf þó að stýra þeim fundi. Nú, ég bara fagna tækifæri til þess að koma hingað til fundar við ykkur og svara frekari spurningum en við höfum sendt nefndinni skriflegt svar við ýmsum spurningum sem að beint var til okkar á sama tíma og Bankasýslan fékk langan lista af spurningum sem að hún hefur gert grein fyrir hér í nefndinni í þessari viku. Og nú þess má auk þess geta ég hef í þinginu í tvígang til umræðu tekið þátt í skýrslugjöf sem að hefur farið yfir svona þætti og spurningar sem vakna hafa eftir framkvæmd útboðsins. Nú í sjálfu sér hef ég ekkert miklu við það að bæta sem að fram hefur komið í þeim þinglegu umræðum og við erum reiðubúin til þess að veita frekari svör til skýringar á því sem að sent hefur verið til þingsins síðast núna í vikunni og já, ég bara mættur hingað til þess að veita upplýsingar eftir því sem að við best getum og ég. Takk. Þá hef ég við leik. Kristrún, gjör svo vel. Já, góðan daginn, takk fyrir komuna. Ég með 4 spurningar sem ég ætla að lesa upp eftir þennan örstutta inngang. Í lögum sölu á þessum hluta Íslandsbanka segir: þegar tilboð í eignarhlut liggur fyrir, skal Bankasýsla ríkisins skila ráðherra rökstuddu mati á þeim. Ráðherra tekur ákvörðun hvort tilboð skuli samþykkt eða þeim hafnað og undirritar samninga fyrir hönd ríkisins sölu eignarhlutarins. Jafnframt hefur komið fram í fyrirspurn sem hefur beint til fjármálaráðherra og var svarað að við mat á því hvort tilboðum skuli tekið eða þeim hafnað ber ráðherra að leggja mat á hvort söluferli hafi samræmst þeim forsendum sem lagt var upp með samkvæmt lögum og greinargerð. Útboðinu lauk klukkan 21:30 þann 22. mars síðastliðinn. Fyrir lok dags færðu þetta hérna rökstudda mat frá Bankasýslunni. Þessi einblöðungur rökstudda matið. Þar stendur að sirka 150 til 200 tilboð liggi fyrir, verðið sé 117 og skerða þurfi tilboðin eftir 6 almennum skilyrðum þar sem umfram eftirspurn sé. Fyrir miðnætti ertu búin að samþykkja tilboðin með þessari málsgrein hér. Ríkið var að selja sig undir meirihluta eigu í Íslandsbanka með þessari sölu og þar með að missa ítökin í bankanum í mjög stóru kerfislega mikilvægu fyrirtæki og þú tókst ákvörðunum það byggt á einblöðungi sem þú rýndir á innan við 2 tímum. Það alveg skýrt samkvæmt lögum sölu eignarhluta ríkisins að þú sem ráðherra tekur þessa ákvörðun og átt að tryggja hún sé vel undirbyggð. Þú berð ábyrgð á henni. Spurningarnar eru þessar. Í fyrsta lagi, gast þú axla það ábyrgð með yfirferð á einblöðungi á 2 klukkutímum? Í öðru lagi, hvernig gastu á þessum skamma tíma gengið úr skugga að framkvæmdin og niðurstaðan var í samræmi við lög og reglur og greinargerðina sem þú lagðir fyrir þingið? Í þriðja lagi, leitar þú þér ráðgjafar í ráðuneytinu eftir að tilboðin lágu fyrir? Var þessi ráðgjöf skráð? Í 4. og loka lagi, hvaða frekari gögnum óskar þú eftir? Já,
Jú, hér verið að vísa til dagsins þar sem að útboðið var framkvæmt. Í aðdraganda þess hafði ýmislegt gerst til undirbúnings framkvæmdar á útboðinu. Ég vísaði því sambandi til tillögugerðar Bankasýslunnar en lögin ganga út frá því að Bankasýslan hafi frumkvæði gagnvart ráðherra að tillögugerð fyrir aðferð, tímasetningar og annað þess áttar í tengslu við sölu á hlut ríkisins. Og þegar við skoðum það ferli allt saman, að þá safnast það saman í framkvæmdina sem á sér stað þetta kvöld. Þannig að allur sá undirbúningur sem átt hafi sér stað, öll þau samskipti sem átt hafi sér stað fram að þeim tíma, skýrsla Bankasýslunnar til ráðherra, greinagerð mín hingað til þingsins, umsagnir Seðlabanka, eða þar að segja umsögn Seðlabankans, sem að tók öll þessi atriði saman og umræða í ráðherranefnd og í ríkisstjórn, safnast saman sem undirbúningur fyrir sjálfa framkvæmdina. Og þess vegna á það ekki að koma neinum á óvart að þetta gerist í þröngum tímaramma að mjög vel athuguðu máli og ekkert við það að athuga að það taki ekki marga klukkutíma að komast að niðurstöðu þegar að ákvörðunin í ráðuneytinu er á þeim tímapunkti tiltölulega einföld. Hún snýr að því að samþykkja umfangið, þar að segja magnbréfana sem verið að selja. Hún snýr að því að samþykkja verðið og verðið hafði auðvitað verið töluvert rætt og ég tók eftir því að það var rætt hér í nefndin á sínum tíma og ef ég mætti að fá að halda orðinu formaður. Þetta verður að vera díalóg og við erum með knappan tíma. Já, en það er spurt að því og það látið að því liggja að í ráðuneytinu hafi menn ekki verið að vanda sig en þess að tóku ákvörðun á tiltölulega skömmum tímaramma. Já, en svaraði spurningu. En allt þetta var fyrir séð. Leitaðir þú ráðgjafar í ráðuneytinu? Ég verð að fá að bregðast við. Ég er ekki komin hingað til þess að rífast við einstaka nefndamenn. Nei, þú ert komin hér til að svara. Ég ætla ekki að láta grípa fram í fyrir mér heldur. Ég óska eftir því að fundurinn verið stýrt hérna. Formaður, ég óska eftir því að ráðherra svari spurningu. Það er mjög mikilvægt, ráðherra, að það sé ekki oflangur aðdragandi að svörum við hverri spurningu. Já, en það var líka inngangur á þessum spurningum og með sama hætti ætla ég að fá að vera með innganga mínu svörum. Og þegar látið að því liggja, að menn hafi ekki verið að vanda sig vegna þess að það hefði tekið svo skamman tíma að taka ákvörðun í ráðuneytinu þetta kvöld, þá er algjörlega verið að horfa fram hjá margra mánaða undirbúningi sem að er auðvitað grundvöllur þess að hægt er að komast að niðurstöðu. Og ráðherra axlar ábyrgð samkvæmt lögum með því að undirbúa ákvörðunartökuna vel. Og það var í okkar það var okkar hlutverk þetta kvöld að taka afstöðu til umfangsins, þar að segja magsbréfana sem hafa selt, ganga úr skugga að Bankasýslan ætlaði að úthluta í samræmi við viðmiðin sem að Bankasýslan lagði upp með og það kemur algjörlega skýrt fram í rökstuddamatinu hvaða aðferðafræði verður beitt við úthlutun. Þar er vísað til þeirra viðmiða sem við höfum lagt Bankasýslunni í té og viðtekin að venja á hlutabréfamarkaði og við gátum verið sátt við það. Og hérna verður auðvitað að hafa í huga það grundvallar atriði að við ætlum að framkvæma hlutlægt mat á því hvernig staðið yrði að úthlutuninni. Það er auðvitað aðalatriði málsins sem að leiðir til þess að það þarf ekki frekari athugana við. Það er athuganir sem að hefðu komið til greina í ráðuneytinu á þessum tímapunkti hefðu verið kannski þær að hafa skoðun á því með hvaða hætti ætti að skipa eða skipta kökunni milli ólíkra fjárfesta hópa, en við höfum ekki ástæðu til þess að gera það. Við áttum stuttan fund í ráðuneytinu þetta kvöld, það voru ekki tekin saman frekari gögn, við töldum okkur hafa nægar upplýsingar undir höndum til þess að fallast á tillögugerð Bankasýslunnar sama kvöld og tillagan kom fram. Það var fyrir séð með margra vikna fyrirvara að það myndi gerast þannig. Er skráð hvað fór fram á þeim fundi og svo ráðgjöf? Nú þekki ég ekki hvort að það er til einhver
færsla af þeim fundi? Það er kannski félagið minni hérna getur svarað því. Það væri þá breytt óskæft því hvað sem hefur líka fyrir. Ég bætt við að í þessu tímabili, þetta er mjög knappt tímabil þar sem þessi ákvörðun fer fram og það var ljóst fyrirfram og þess vegna var undirbúningi háttað í samræmi það að tímaraminn yrði mjög knappur og það væri lítið tími til þess að fara yfir ítarleg gögn. Starfsmenn ráðuneytisins voru viðstaddir 3 upplýsingafundi. Fyrir ekki það ráðherra sem situr hér fyrir svörum formaður? Nei, hann getur falið ráðgjöfum sínum að svara líka. Það er heimild til þess. Starfsmenn ráðuneytisins sátu 3 upplýsingafundi, fylgdust með umræðu á 3 upplýsingafundum þar sem farið var yfir eftirspurn og verðhugmyndir. Og það meðal annars þessar upplýsingar sem fengum á þeim fundum í gegnum prósessin, síðdegis og kvöldið, sem gerði okkur kleift að ráðleggja ráðherra að taka þess ákvörðun tiltölulega hratt. Takk, Kristrún Fylkisdóttir. Ég vil bara fá ítreka í lögunum stendur að ráðherra eigi að fá rökstutt mat, taka ákvörðun byggt á því. Það rökstutta mat er þetta prenta á eitt svona blað. Takk fyrir. Það passar. Takk, Þorbjörg. Þetta er 2 blaðsíður, þannig að það komið fram. Þorbjörg, gjörðu svo vel. Já, ég vil beina spurningu til ráðherra, sérstaklega varðandi ummæli viðskiptaráðherra sem fjallun í þingsal í gær og í fjölmiðlum í kjölfarið að staðan hefði verið sú að öll ráðherranefndin með efnahagsmál, forsætisráðherra, fjármálaráðherra og viðskiptaráðherra hefðu haft efasemdir í aðdraganda útboðs. Viðskiptaráðherra nefnir sérstaklega að efasemdir hennar hafi lotið að söluaðferðinni sjálfri í sölu upp á rúma 50 milljarða króna. Hún bætti við að allar hennar efasemdir söluaðferðina hefðu síðan ræst. 2 spurningar þetta. Annars vegar, hverjar voru þínar efasemdir á þessum fundum ráðherranefndanna sem viðskiptaráðherra er þarna að lýsa? Þínar efasemdir og hins vegar þegar þetta staðan að ráðherra í ríkisstjórninni hefur upplýst að ráðherrar ríkisstjórnarinnar í ráðherranefndum efnahagsmál hafi verið uppfyllir efasemda, felur það í sér að mati ráðherra vanrækslu ráðherrana að hafa unnið máli með þeim hætti að ráðherrarnir í ríkisstjórninni sem best þekktu málið voru uppfyllir af efasemdum í aðdraganda útboðsins. Þessar 2 spurningar til að byrja með. Svo vel ráðherra. Ég kannast ekki við að hafa verið með miklar efasemdir í nefndinni og ég tel ekki að það sé lýsandi fyrir umræðu í ráðherranefnd að þar hafi ráðherrar verið með miklar efasemdir að framkvæma útboðið. Þvert á móti. Þá er ég þeirra skoðunar að þar hafi farið fram gagnleg umræða kosti og galla þeirra valkosta sem við stóðum frammi fyrir. Og þeir valkostir eru reifaðir ágætlega af bankasýslunni í þeirra skjölum því sem við höfðum til að byggja undir umræðuna á þessum tímapunkti og hefur margoft komið fram hef ég tekið eftir hér í þessari nefnd á fundum með nefndinni. Og það sem bankasýslan gerir er að hún stillir upp nokkrum valkostum og þessi, ég á voðalega erfitt með að fá að svara hérna ef að það er stans og skrifið fram í fyrir mér. Bara eins og ég sagði áðan, það er stuttur tími þannig að það er mjög mikilvægt að við verðum sem hnitnir. Þetta eru líka 2 kjarnar spurningar, við þekkjum að ég spyr þessi 2 atriði. Já, þannig að ég er að reyna að svara þingmannunum. Það er þannig að við erum að fjalla kosti og galla ólíkra leiða og þegar menn gera það, þá finnst mér það ekki lýsandi að ráðherrarnir séu með efasemdir þó þeir sjáu kostin og gallana við ólíkar aðferðir. Það sem að réði úrslitum hér var það að bankasýslan taldi að með hliðsjón af þeim heildarmarkmiðum sem við erum að reyna að ná, hátt verð sem minnst röskun á félagi sem þegar er búið að skrá. Þetta væri mjög reynd aðferð annar staðar. Hollenska ríki til dæmis fór þessa sömu leið þegar þeir voru að selja sig niður í ríkisbankanum þar. Og það má segja að þegar við skoðum annars vegar tillögur bankasýslunar og svo hins vegar þessa greinargerð sem ég lagði hér fyrir þingið, þá sést að eftir umræðu í ráðherranefndinni er komin ný áhersla í greinargerð ráðherrans. Þar sem að segir, hort verður til þess við síðari áfanga og áður en sölu lýkur að fullu, farið fram sala með markaðssettu útboði
þar sem almenningur á kost á þátttöku ásamt hæfum fjárfestum. Ákvarðanir þetta munu meðal annars ráðast af því hvernig til hefur tekist við framkvæmd tilboðsfyrirkomulags og eftir atvikum sölu með miðlunaráætlun svo sem lýst að framan. Fram að þessum tímapunkti þá hafði Bankasýslan ekki séð fyrir sér í síðar áföngum yrði stuðst við almennt útboð. En vegna þeirra kosta sem við sáum við þá aðferð, þá flöggum við því hér að við myndum meta niðurstöðuna af þessu útboði og við hefum áhuga á því að fara frekar þá leið í framtíð. Og mér finnst í raun og veru, ég verð að segja það, allt tala einhverja ábyrgð ráðherrana á því að flagga einhverjum áhyggjum. Þetta finnst mér vera bara óskiljanlegt í raun og veru. Þetta liggur allt fyrir í gögnum málana. En að því nú ég alltaf bara að vísa til orða viðskiptaráðherra sem situr í ríkisstjórn með fjármálaráðherra. Hún sjálf að lýsa því yfir í þingsal, í fjölmiðlum, að hún hafi haft miklar efasemdir sem allar hafi ræst og vísa til þessara hagsmuna sem að þjóðin öll á þetta undir því að salan gangi vel. Þannig að ég spyr, og hún nefnir það sérstaklega í gær. Ég get ekki mættinga til að svara fyrir annar ráðherra sko, en alltaf leið? Nei, ég ekki að biðja að svara fyrir annar ráðherra. Hún að vísa til þinna efasemda og að öll ráðherranefndin hafi haft þessar efasemdir. Já, þannig að það þá bara rangt. Nei, ég held að þarna sé verið að viðra áhyggjur, svona pólitískar áhyggjur, ekki lagalegar áhyggjur, pólitískar áhyggjur af því hvernig menn geti viðhaldið góðum stuðningi meðal þjóðarinnar eftir í hvaða leið farin. Og kannski það sem að ráðherrann að vísa til að það hefur skapast mikið uppnám og moldviðri út af þessari framkvæmd, að það hafi ræst sem hún hafði áhyggjur af, að það veri erfiðara að viðhalda pólitískum stuðningi þegar að allur íslenskur almenningur ætti ekki aðild að framkvæmd útboðsins. En hvað segir hér? Eftir þessa umræðu þá segjum við skýrt í greinargerð til þingsins, og þetta hefur aldrei verið til að Bankasýslunnar við frekari sölu. Við segjum, já það skynsamlegt að skoða hvernig þetta útboð tekst og við höllumst á því að vera frekar með almennt útboð í framhaldinu. Og ég get látið það fylgja með að eftir þessa umræðu í nefndina þá lét ég skoða það fyrir okkur hvort við gætum haldið eftir tilteknum eignarhlut í bankanum til þess í framhaldi af þessu útboði þegar verðið lægi fyrir, vegna þess að það lá svona fyrir nokkuð skýrt að það mætti hafa væntingar að verðið yrði eitthvað frávik frá síðasta skráða markaðsgengi. Hvort við gætum boðið íslenskum almenningi að kaupa á því gengi sem niðurstaðan í þessu útboði í framhaldinu. Og svarið sem við fengum var það að það væri flókið að gera það vegna þess að það kallaði á skráningalýsingu og svo framvegis. Og þá væri alveg gott að fara bara í almennt útboð. Það var það næsta spurning, en ég verð að segja mér fyrst áhugavert að það sitji 3 ráðherrar saman á fundi, sumir þeirra eru bundir trúnaði og aðrir ekki, og það þá bara í grundvallaratriðum ólík lýsing á því hverjar umræður þarna voru. Já, menn kjósa túlka eins og þeim hentar best. Já, ég bara að vísa til orða viðskiptaráðherra. Þá það spurning ef ráðherra þekkir það auðvitað vel að stór hluti gagnrýninnar svona í opinberri umræðu eru hagsmuna árekstrar. Bankasýslan nefndi það sjálf hér á fundi fjárlaganefndar að þetta væri svona þeirra viti stærsti gallinn við framkvæmdina ásamt upplýsingagjöf. Þú þekkir þá umræðu, eða ráðherra þekkir þá umræðu, en mig langaði til að þá að spyrja hæfi. Ég lagði fram skriflega fyrirspurn til fjármála- og efnahagsráðherra valdframsal hans til Bankasýslu ríkisins. Ég fikk skriflegt svar í gær. Ég var að spyrja með vísunni í 4. greinar laga söluna, það sem segir, eins og fram hefur komið hérna, það ráðherra sem tekur ákvörðun hvort tilboð skuli samþykkt eða þeim hafnað og hann undirritar samninga fyrir hönd ríkisins. Í svarinu kemur fram að það hafi ekki verið að ræða framsal af hálfu ráðherra á ábyrgð hans eða skyldum þegar að hann fól Bankasýsluna að annast frágang í tengslum á sölunni. Í ljósi þessa að þetta mat fjármálaráðherra sjálfs, hann var ekki að framselja neinu af sínu valdi eða ábyrgðum í tengslum við þessa sölu, hvað segir það þá stöðu ráðherrans út frá vanhæfisreglum stjórnsýslulaga þegar ljóst að mjög nákominn aðili ráðherra var í hópi tilboðsgjafana, á þeim lista sem ráðherrann
þarf að samþykja tilboð frá eða samþykir tilboð frá og gerir samning við. Og ég áttum á því að ráðherra ekki að skoða hvert og eitt einasta nafn eða það sé verið að undirrita stakan samning, það hefur komið skýrt fram, en ég velti þessu upp í ljósi svara fjármálaráðherra út frá vanhæfisreglunum að þarna hann samt í reynd komin í þá stöðu vegna þess að Bankasýslan flaggar því ekki að faðir hans þarna meðal að gera samning með þessum hætti. Já, eins og fram komið þá tel ég mig reyndar vera búin að veita svör við þessu með skriflegum hætti og þau liggja fyrir og væntanlega verið dreift í þinginu og sko hérna grundvallaratriðið þetta. Við erum að byggja ákvarðanatöku samþykkt tilboða á hlutlægum reglum. Það sem að snýr að fjármálaráðuneytinu á þessum tímapunkti að taka ákvörðun magn sem á að selja og hvaða viðmið eigi að liggja til grundvallar varðandi úthlutun og að öðru leyti þá höfum við komið á fót sérstakri sérhæfðri stofnun þar sem að hæfiskröfur eru gerðar bæði til forstjóra og stjórnar. Við erum með stofnun hérna sem hefur fengið til liðs við sig fjöldan allan af ráðgjöfum, erlendum og innlendum til að undirbúa og framkvæma söluna og allir þessir aðilar koma að málum þegar að Bankasýslan að skila rökstuddu mati til ráðuneytisins. Ég að spyrja hæfi ráðherra gagnvart þessum lista. Já, en af því að það verið að vísa til þess að ráðherrann eigi að samþykkja tilboð eða hafna að þá segir sömuleiðis í lögunum, í greinargerð með lögunum að þegar að menn fari almennt útboð eða að framkvæma útboð þessu tagi þá sé hægt að fela Bankasýslunni endanlega frágang mála. Og vegna þess að við erum hérna að vinna með hlutlæga reglur þá reynir aldrei á aðkomu ráðuneytisins til þess að fara yfir einstaka mál og þar af leiðandi hafa aldrei komið upp álitamál varðandi hæfi við athafnir mínar eða umsýslu í ráðuneytinu. Það bara einfaldlega hefur aldrei tilefni gefist til þess að fara ofan í hæfismati. Var þér heimilt samkvæmt stjórnsýslulögum að taka afstöðu til þess hvort það ætti að samþykkja eða hafna þessum lista þegar félag föður þíns það var engin listi í ráðuneytinu til þess að samþykkja eða hafna og ég gerir grundvallar mun á því og það rétt að gera mun á því þegar að þú ert að framkvæma útboð eftir hlutlægum reglum eða ert í beinni sölu þar sem að þú segir auglýsir hlut og segir hver vill bjóða í þennan hlut hér og svo safnar tilboðum og reynir að fylgja einhverjum fyrirfram ákveðnum reglum það hvernig tilboð skuli samþykkt. Við erum ekki í slíku ferli hér. Við ákveðum verðið eftir að hafa kannað áhugan. Við segjum hvað eigi að vera til viðmiðunar úthlutun og það eina sem þarf þá að ákveða eftir þetta að tryggja jafnræði og við höfum gert það eins og við höfum svarað í skriflegum svörum til nefndarinnar hvað við lögðum ákveð til þess að leggja áherslu á að við úthlutun yrði jafnræðisgætt og í öllum undirbúningi og slíku. Þetta eru atriðin sem öllu skipta. Þá vildi ég bara í lokin spyrja þetta, hvort að ráðherra hafi þá fengið þá ráðgjöf frá sínum embættismönnum áður hann tók endanlega ákvörðun söluna eins og honum ber að gera samkvæmt lögum. Fékk ráðherra þá ráðgjöf að hann ætti ekki að gæta vanhæfisreglum stjórnsýslulaga. Var því flaggað á einhvern hátt við ráðherra að þær ættu ekki við? Ég held að ég hafi sjálfur aldrei hugað að mögulegu vanhæfi í ljósi þess með hvað hætti við erum að framkvæma útboðið. Að ráðherra hafi aldrei hugað að vanhæfi? Það reyndi aldrei á, það kom aldrei upp þær aðstæður að það kallaði á mat á hæfi við framkvæmd á útboða þessari tegund þar sem átt að beita hlutlægum reglum. Takk, þá það Eyjólfur. Já, ég verð að spyrja þessu. Sko, þú varst að selja bréfin. Íslenska ríkið, já. Nei, þú. Fyrir hönd Íslenska ríkisins. Já, þú varst fjármálaráðherra og þú varst að selja bréfin, engin annar. Ég reyndar, sel ekki bréfin á þess að fá heimild til þess í fjárlögum frá Alþingi. Já, við veit allt það. Alþingi tekur ákvörðun. Nei, við veitum allt það. Já, en þú varst að segja fjármálaráðherra varst þú að selja bréfin, engin annar. Það ekki alveg skýrt? Samkvæmt umboði frá Alþingi. Já, förum við heimildinar. Það heimild í lögunum söluna, þar fær fjármálaráðherra heimild. Svo verður veitt heimild í desember síðastlun í fjárlögum. Og það engin annar sem að selja bréfin nema þú.
og þú seldi pappaðinum bréfin. Ertu ekki vanhæfur til að selja föðinum bréfin? Og ég svara þessu. Ég nýbúin að svara þessu reyndar. Samkvæmt stjórnsýslulögum ertu vanhæfur að selja föðinum bréfin? Já, það er bara fróðlegt að fá þessa lögskýringu hjá þér. Þetta er ekki lögskýring, þetta er spurning til þín. Ég er reynda til að þetta sé lögskýring, en ég er ekki sammála henni og ég held að það verði bara að sitja við það. Hvernig getur þú fært rauk fyrir því þú ert ekki sammála henni? Ég hef reynda gert það í skriflegu svari til nefndarinnar ef hv. þingmaður hefur bara haft fyrir því að lesa svarið, sko. Já, ég skal bara förum yfir þetta. Sko, samkvæmt stjórnsýslulögum þú sem fjármálaráðherra vanhæfur að selja föðunum bréfin. Það er ekki hægt að lesa öðruvísi. Það er engin annar að selja bréfin en þú. Ég gerir engar athugasemdir við að þingmaður sé með þessa skoðun, ég er bara ósammála því. Að þú ert ekki vanhæfur að selja bréfin, samkvæmt stjórnsýslulögum. Já. Ok, takk fyrir það. Mér langar að spyrja varðandi skilyrðin og ábyrgðan í þessu máli. Og það er klárt mál að þar sem þú hefur fengið heimild frá Alþingi Íslendinga til að selja bréfin, þá ber þú ábyrgð á sölunni. Og það er einu lögin sem eru stjórna þessari sölu eru lög sölu með fyrir eignarhluta ríkisins í fjármálafyrirtækjum. Og bara svo komið fram hérna að þá er Bankasýslan, hún kemur tillögum það hvort og hvenær er að selja og undirbýr tillögunar. Þú ber ábyrgð á þeim. En það virðist vera í þessu máli að það var ekki sett nein skilyrði til fjárfestana. Stjórnarformaður sagði að fangar á Litla-Hrauni hefði getað keypt. Og það eru engin skilyrði nema það er fagfjárfestar búið og í sölusamningnum eða samningi Bankasýslu ríkisins við söluráðgjafana sem eru á ensku og gerðardómur í London tekur allan ágreining. Þú vissir af þessu samningi, ekki? Tala samningu við söluráðgjafa? Já, ég vissi að það hefði verið gerð samninga við söluráðgjafa. Og þú fórst yfir hann? Hann var ekki á minni hvernig að gera þennan samning og hann var ekki til yfirlestur. Samt var ekki farið yfir hann í fjármálaráðuneytinu? Ég ætla bara að bíða eftir að þingmaðurinn klári, hvað segirðu? Já, hann hefur komið til yfirlestar, já. Já, hvernig stendur á því að í þessum samningi er allur ágreiningur við söluráðgjafana, hann er framseldur á landi til gerðardóms í London og það er spurning hvort að erlend lög ná ekki þessu erlend lög sem stjórni því sem varði erlendu aðeilana, þessi 3 erlendu söluaðeila. Og hvernig stendur á því? Það er engin skilyrði sett á þessa söluráðgjafa varðandi framfylgd á íslensku lögum. Varðandi framfylgd á lögum söluna sérstaklega. Hvernig stendur því það er ekkert í þessu samningi sem að gerir kröfur ábyrgð þeirra að framfylgja íslensku lögum? Ertu að halda því fram að söluráðgjafarnir séu undanþegnir íslensku lögum í þessum samningi? Nei, það þarf að gera skilyrði. Sko, þegar fjármálafyrirtæki er að fá sér verktaka, þá eru outsourcing samninga við þá, þar sem er skýr ákveðum ábyrgð að þeir fara lögum. Já, ég hefði bara hvatt þingmann til þess að ræða þetta í Bankasýsluna sem að gerði samningin og undirrita. Já, ég er búin að spurða þessu og það bara, hann skildi ekki spurningar nánast. Sko, það hljóma þegar ég lesa þennan samning og fylgist með þessu, þá er það svo engaðilis að selja. Þessi sala Má ég fá að spyrja, hvert er vandamálið? Ég er ekki komið spurninguna. Hvert er vandamálið það? Það virðist vera að þú sem fjármálaráðherra og Bankasýsla ríkisins hafi ekki litið á sig sem ríkisstofnun. Hefur eitthvað vandamál komið upp út af þessu? Vandamál? Já, við förum við vandamáli. Vandamálið því, það er gagnsæi, það er ekki gagnsæi, það er ekki fengið hæsta verð. Þetta útboðsfyrirkomulag leiðir ekki til hæsta verðs, það er gefin discount. Það er brot á lögunum. Annað sem er brot á lögunum, það er engin skilyrði sem eru sanngjörn hvað var það jafnræði og slíkt. Og það var spurningi sem vaknaði hjá almenningi eftir þessa sölu, var það í hverju var hringt. Og það er hellinga fagfjárfestar sem voru fengu ekki tækifæri til að koma hann inn. Að það söluráðgjafinn hefur ekki samband. Og það er ekki sem þessi sala færi í sér að hún efli virka og eðlilega samkeppni eins og stendur í 3. greininni. Hvernig fór greiningin fram til að tryggja það að þessi sala fór fram í samræmi við lög sölu með fyrir eignarhluta ríkisins í fjármálafyrirtækjum? Hvað er það minnisblað til dæmis? Ég hef ekki séð einustu gögn það að sem fer fram greining á því að þetta fari fram samkvæmt lögunum. Þetta var alltaf lægi að vera einkaaðilar að selja, en þetta er ríkið. Alþingi Íslendinga er búin að setja lögum þessa sölu, búin að setja meginreglur. Á hverju var þessi meginreglum ekki fyllt? Já, ég skal nú bara bregðast við þessu. Sko, í fyrsta lagi þá sé ég ekkert samhengi á milli þess sem var verið að rekja hér hvaða lög ætti að gilda í samningi við erlenda söluráðgjafa eða þessara atriða sem hv. þingmaður hefur
athugasemdir við. Fyrsta lagi þá mótast öll tillögugerð Bankasýslunnar til mín á sínum tíma af því að það búið að skrá bankann og það komið markaðsverð á bankann og það fyrirhuguð sala á þó nokkuð stórum hlut. Ég að spurja ákveðan lögum ekki fyrst. Já, ég einmitt að koma inn á þau atriði því að þú nefnir nokkur atriði sem þú telur að hafi ekki verið tryggð með þessari tegund söluaðferðar. Þú nefndir hæsta verð. Bankasýslan hefur þvert á það sem þú segir talið og þar erum við búin að koma á fót sérhæfðri stofnun með forstjóra með sérfræði þekkingu á sviðinu. En það þú sem ert að selja, það endur mest að þú sem ert að selja. Já, ég veit ekki hvort að þingmann hefur áhuga á því að hlusta á svarið eða hvort hann vill bara tala við sjálfan sig hérna. Nei, ég bara að spyrja þig. Já, ég að reyna að fá smá svigrúm til þess að bregðast við spurningu um það hvers vegna þessi leið getur ágætlega tryggt hæsta verð. Það vegna þess að þegar þú ætlar að selja svona stóran hlut í félagi sem að þegar hefur verið skráð á markað þá getur það valdið ákveðnum titringi á markanum að boða með margra vikna fyrirvara útboð til almennings og reynslan annar staðar frá, samkvæmt því sem Bankasýslan lagði í hendurnar á okkur, svo að það líklegra að þú fáir betri niðurstöðu hvað verðið varðar með því að fara í þessa tegund sölu aðferðar. Já, það ekki hæsta verð. Lögin segja hæsta verð. Sko, ég skal segja eitt varandi hæsta verð. Þessi sögum aðferð stóðst ekki lög. Ég veit ekki hvað í gangi hérna með þennan þingmann. Ég bara að spyrja þeim að svara spurningunum. Ég að útskýra fyrir háttvirtum þingmanni að það aðferði sem að standa til boða eftir að félag hefur verið skráð á markað. Það hafa hver sína kosti og galla og það misskilningur ef háttvirtum þingmaður telur að til dæmis almennt útboð sé líklegra til þess að skila hærra verði heldur en svo leið sem hér var farin. Það þvert á móti mat Bankasýslunar og reynslan annar staðar frá að með þessari aðferð, svona tilboðsfyrirkomulagi, séu meiri líkur að fá hærra verð og spurningin sem að markaðurinn svaraði þennan dag var hvert markaðsverðið fyrir þessa rúmu 50 milljarða í dag og það markaðsverð. Já, ég þakkaði fyrir svarið. Mér langar að spyrja öðru varðandi Íslandsbanka. Nú eru starfsmenn Íslandsbanka sem eign ríkisins, 8 talsins og tengdir aðilar, meðal annars stjórnarmaður í fyrirtækinu sem ábyrgð þína. Þú ert handhafi hlutabréfsins. Nei, það reyndar falið Bankasýslunni það sérstakar hlutverk. Já, en málið þetta að á þetta ekki hafa neina afleiðinga fyrir stjórnendur bankans að þeir skyldu síðan í kjölfæri segja það að það ætti ekki að birta listan sem voru klárir almannahagsmunir að fá að vita eins og hefur komið nú í ljós. Ég ætla fyrst að fá að bregðast við hinnu sem kom fram áðan að þessi aðferð, hún hefði ekki verið til þess fallin að tryggja virka samkeppni. Virk samkeppni eitt af markmiðunum eins og þingmaðurinn kom inn á og ég hef haft í huga í því sambandi álit frá samkeppniseftirlitinu frá því fyrr áður en fórum í almenn útboð þar sem komum fram mjög alvarlegar ábendingar og áhyggjur samkeppniseftirlitsins á því að ríkið myndi á endanum eingöngu selja stóru lífeyrissjóðunum sem eru á sama tíma langstærstu eigendur allra fyrirtækja á samkeppnismarkaði í Íslandi og ef að við myndum halda þannig á spilunum að þetta endaði með því að sömu aðilar og eiga öll stóru fyrirtækjun í Íslandi sem í samkeppni myndu líka eiga alla bankana, þá varum við í vanda. Þess vegna ég ætla ekki að láta grípa fram í fyrir mér þetta minn tími. Nei, þetta ekki þinn tími. Þetta viss minn tími. Þetta úthlutað tími sem ég fætti að spyrja mættur hingað til að veita upplýsingar og svara spurningum. Já, næsta spurningin var Næsta spurningin svo, hvernig stendur þið að engin skilyrði voru sett varðandi kaupendur? Það voru engin skilyrði þarna. Nema það voru fagfjárfestar. Já. Það haldið, stjórnarformi heldur fram að fangja litla hraun hefði geta keypt. Það engin kraf gæði. Þetta hljómar svo það að Lalli Jones og Barnum hefði verið að selja en ekki það, þetta er ekki kaupendavandamálið. Það algjörlega vandamálið. Seljendurnir greinilega þeir eru þess að setja engin skilyrði á söluráðgjafana og þeir eru með engin skilyrði varðandi gæði kaupendana. Engin. Það var einstaklingur sem kaupar fyrir 1,1 milljón. Sjálfur keypti ég fyrir 1 milljón á síðasta ári. Það var nú kannski varðandi úthlutununa sem slíka, þá var mjög misjafnt hversu mikið var skert, þannig að það þarf að hafa það í huga að þegar menn að skoða einstaka úthlutanir og þá að baki því almennt töluvert hærri tilboðsgerð
En við vitum það að tæplega 97% af úthlutunum, tæplega 97% fór til aðila sem að fengu úthluta meir en 50 milljónum. Við vitum þetta alls. Ákveður skilir ekki sett. Það spurning. Mér finnst þingmaðurinn ekki sýna þeim mikinn skilning að það sem að hann hefur ekki stjórn á sér út af eru 3% af úthlutunum nú. Það er að segja þessar lágu úthlutanir sem eru undir 50 milljónum. Svo getur við haldið áfram sagt, hvað var mikið sem var undir 10 milljónum? Ég hef ekki skoðað það sérstaklega, ég myndi telja að væri ekstra á bilinu 1-2%. Þannig að þá var það 98-99% sem að fer til þeirra sem að háttun þingmaður telur mikilvægt. 99% mögulega. Þannig að þú ert að tala hérna algjör jaðartilvik og Bankasýslan hefur svarað þessu. Þau töldu rétt að eitt skildi yfir alla ganga. Og skilyrði voru sannarlega sett, það var hæfa fjárfesta. Ég veit ekki hvort að menn muna eftir því sem að ég veit ekki hvort að menn muna eftir umsögn Seðlabankans þetta atriði, en Seðlabanki skilaði umsögn í þessu ferli og talaði einmitt það. Þetta voðalega erfitt að tjá sig hérna þegar það er maður hérna sem hefur ekki stjórn á sig. Ég var að fullkomlega stjórna mér, bara þú ert að svara ekki spurningunum eins og við komum fram hérna áður. Ég er reyndar að svara spurningunum. Þú ert nýbúin að halda því fram hér að það hafi ekki verið sett neinn skilyrði gagnvart tilboðsgjöfum og ég er að benda á það sé ekki rétt. Þeir þurftu að vera hæfir fjárfestar og á endanum þá ákváðum við hvaða verðir þurftu að borga. Við settum skilyrði verðið. Enginn gat keypt nema samþykkti verðið sem að við ákváðum og svo þurftum að uppfylla ákveðin hlutlæg skilyrði að vera hæfir fjárfestar til þess að geta tekið þátt. Og þetta er mikið grundvallaratriði. Ég ætla að vekja athygli á umsögn Seðlabankans sem dregur það fram að það voru engar lagaheimildir sérstakar til þess að ganga eitthvað lengra heldur en gert varðandi þá sem ætla sér að fara með virkan eignarhlut. Má ég fá eina loka spurningu? Já, ég seti aftur á mælendaskrá, tíminn er löngu búinn, þannig að næstur á mælendaskrá er Haraldur, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir. Það sem að við langar að velta upp, það sem að þú sagt ráðherra hérna í þessar umræðu og við vitum að við höfum sett að stofn sérhæfða stofnun til að sjá eignarhluti ríkisins í fjármálafyrirtækjum og í lögunum þau er þetta raunverulega kannski 2 póstar. Það er öðru lagi að halda utan stjórnarteyma inn í þessu fyrirtækju, velja stjórnarmenn með þeim hætti og síðan kemur að söluferlinu. Það sem ég langar að biðja ykkur að fara yfir eru hlutverkaskipti á milli ráðuneytis og Bankasýslu og hvernig þið hafi greint það og hvar ábyrgðarsviðin liggja á milli ráðuneytis og milli stofnunarinnar og í öðru lagi hvernig þið metið eða hvernig þið svarið fyrir ábyrgðarsvið hvort sig, þar að segja hversu bundið ráðuneytið af tillögum stjórnar Bankasýslunar sem að þau leggja fram. Já, við höfum heilmikið skoðað það hvernig ábyrgðarskiptingin á helst að vera og það má segja í framkvæmd þá hafi þetta gerst þannig að Bankasýslan fer alfarið með þá þætti sem snúa að faglegu vali í stjórnir og tilnefningar í stjórnirnar og þetta var eitt kjarnaatriði í lögunum Bankasýsluna að tryggja að við myndum með faglegum hætti skipa þangað inn og það er síðan önnur umræða. Ég held að við mættum taka upp sambærilegt verklag við skipan í fleiri stjórnir en að hinu leytinu til og það er nú fróðlegt að lesa stöðuna þegar að lögunum var komið á fót á sínum tíma. Þá var Bankasýslan hugsuð sem tímabundi fyrirbæri sem myndi sjá að losa okkur úr þeim tiltölulega litlu eignarhlutum sem við þá fórum með í fjármálafyrirtækjum, til dæmis 5% hluti í Íslandsbanka. En síðan hefur margt breyst og þegar spurt hversu bundið ráðuneytið ekki bundið, en ráðuneytið hlýtur að horfa til þess að við höfum komið á fót sérhæfðri stofnun þar sem eru að lögum sérstök hæfiskilyrði til forstjórans og reyndar til stjórnarmanna ákveðna reynslu og þekkingu og stofnunin hefur fyrir utan þetta sem snýr að samskiptum vegna aðalfunda og stjórnarkjörs og þess áttar í raun og veru ekkert annað sjálfstætt sérstætt hlutverk heldur en nákvæmlega þetta að koma með tillögugerð og það gengur svo langt að lögin gera ráð fyrir því að ráðherra geti ekki beint tilmælum til stofnunarinnar eða fyrirmælum nema svona í einhverjum undantekningatilvikum og ef slíkt gert þá þurfum við að gera grein fyrir því hér á þinginu.
sem bara má fylgjandi, það sem bara langar að fylgja þess eftir, það er að segja það þarf, eða já, skulum bara orða það þarf talsvert mikið til, þannig að ráðuneytið gangi gegn tillögum stjórnar Bankasýslunnar. Já, það leiðir af því að við höfum komið á fót hér sérhæfðri stofnun þar sem til dæmis kröfur eru á forstjóran sérstaka þekkingu á fjármálamörkuðum og þeim lögmálum sem þarna gilda. Og þegar maður fær tillögur frá slíkri stofnun, þá það sjálfsagt að beita gagnrýninni hugsun og við vorum að ræða hérna svona pólitísk sjónarmið sem maður getur líka alltaf þurft að hafa í huga og menn getur séð það frá ólíkum sjónarhornum. En já, ég hef tilhneigingu til þess að hlusta eftir ráðum sérfræðinganna varðandi aðferðafræði og hérna vorum við að leita að nokkrum megin lykil svona niðurstöðum. Dreift eignarhald, samkeppni, fjölbreytni í eigendahópnum, hátt verð og svo framvegis dragur áhættu og tillögurnar sem við fengum voru allar undirbyggðar til þess að ná þessu markmiðum og það er það sem að mér finnst það að tekist vel í þessu öllu saman. Mér langar að spyrja ráðherra varðandi sko í ljósi ferlið í þessu öllu saman, aðdragandina þessara ákvörðun, hvort að við getum verið sammála það að það sé ekki sérstaklega gott, ekki síst í ljósi þess að Bankasýslan taldi að hafi skort upp á kynningu og annað slíkt og velta því upp með ráðherra hvort að þessi tilboðsaðferð hendi kannski frekar á almennum markaði, frekar heldur en við sölu ríkiseigna og spyr hvort að ráðuneytið eða ráðherra hefði ekki átt að gera athugasemdir við þetta ferli síðan að því að við höfum verið að velta fyrir okkur framhaldinu. Ef að Bankasýslan verður lögð niður, hvað sé ráðherra fyrir sér í stað Bankasýslunar, hvernig við getum tryggt lýðræðislegt, aðhald, án þess að færa þetta aftur allt og nær okkur, það er þessi armslengd títtnefnda. Og síðan það sem að var rætt aðeins hérna við Bankasýsluna að það er þessi söluráðgjafar, hvort að þeir bara eiginlega að njóti einskins aðhalds eða það er einhvern veginn eins og störf þeirra bara séu í einhverju tómarúmi að manni finnst að því að Bankasýslan vísaði á ráðherra og svo á söluráðgjafana, þannig að mér fannst vanta svona dálítið, maður upplýði dálítið eins og þeir var í tómarúmi. Já, það er bara mjög góð spurning hvort að tilboðsfyrirkomulag sem er framkvæmt svona hendi kannski betur til þess að selja einkaeignir heldur en ríkiseignir, það er bara ágætis spurning og þar sem að ég held að ætti að ráða úrslitum þegar menn komast að niðurstöðu varðandi það álitamál eru þættir sem að til dæmis snúa bara að jafnræðinu, að það sé gagnsæi og jafnræði allra. Þó er það þannig að þetta fyrirkomulag hefur verið svona það algengasta sem að beitt hefur verið þegar að menn eru að selja fyrirtæki sem þegar hafa verið skráð og hefur almennt ekki þótt mjög umdeilt. Við getum til dæmis velti fyrir okkur hér að því að ég heyri stundum sagt að það var ekki hringt í hvern og einn einasta hæfan og ég skil alveg þá spurninga því að hún er svona jafnræði spurninga og þetta er mikið grundvallaratriði að allir standi jafnt að vígi. Á móti hefur þá Bankasýslan sagt að þetta hafi verið opinbert, þetta hafi verið birt í kauphöll og svo framvegis, þetta hafi átt sér aðdraganda og það hafi verið gert, menn hafi lagt sér fram að hafa marga söluráðgjafa til þess að tegja sig sem víðast og eflaust er það þannig að við fengum að endanum tiltölulega hátt hlutfall allra þeirra sem falla undir skilgreininguna hæfir fjárfestar, svona allavega sýnist mér það, til þáttöku sko, fyrir utan alla hina sem ekki vildu taka þátt. En við getum velti fyrir okkur í þessu samhengi hvernig myndi ganga að ná í alla í Hollandi eða alla í Þýskalandi ef menn ætlaði að framkvæma svona útboð á ríkiseign með sama fyrirkomulagi og vildu hafa það undirliggjandi. Það hefur ekki stoppað menn í Hollandi að fara þessa leið að þó að hafi ekki verið hægt að tryggja að það verið hægt að ná í alla. En þetta kallar á alls konar spurningar og ég held að það sem gerst hefur eftir að útboðið var framkvæmt hljóta sína okkur fram á það að þetta er leið sem er mjög vandfarin. Þá enn eftir að koma í ljós hvort að það var misbrestur á því að innri reglum eða lögum hafi verið fylgt í hvívetna. Við þekkjum það bara einfaldlega ekki ennþá meðan að málið til skoðunar. Söluráðgjafarnir, já, þeir hafa samt sem áður nokkuð skýrt og einfalt hlutverk og ef við getum tekið sem eitt dæmi hérna þá þegar að Arion banki
var seldur með svipuðu fyrirkomulagi á sínum tíma, þá var bankinn sjálfur ekki hafður með í ráðum í sama mæli eins og Íslandsbanki var hafður með í ráðum í þessu útboði af hálfu eigandana. En ég veit ekki hvernig ég á að svara þessu varðandi söluráðgjafana meira heldur en bara það gilda lög og reglur og samningsskuldbindingar hjá þeim og það auðvitað ætlast til þess að menn brjóti ekki trúnað, að menn virði reglur hagsmunaárekstra og slíka þætti og ef að slíkt hefur komið upp á þá held ég að hafi verið mjög erfitt að koma í veg fyrir það fyrirfram. Það erfitt að koma í veg fyrir það fyrirfram ef einhver ætlar sér eða fer á svig við lög á hinum enda framkvæmdarinnar. Björn Leví. Já, takk fyrir. Það segir að það hefur verið hlutlæga reglur en þetta lokað útboð, það fengu ekki allir sama aðgang og það var mismundi skerðing til mismundi hópa, það var flokkað í langtíma og skammtíma fjárfesta, það voru kvikir fjárfestar sem voru hent út. Var búið að undirbúa flokkun á fjárfestum hérna fyrirfram? Það hægt á Íslandi, þó þess ekki hægt í Hollandi. Að undirbúa lista yfir hæfa fjárfesta? Nei, flokkunina á þessum skammtíma og langtíma fyrsta. Það hægt af því að hérna var fullyrt semst að 2 kvikum fjárfestum hafi verið hafnað. Þá kann það hafa verið orðað þannig að ég stóð alltaf í þeirri meining og skildi það þannig þegar það var útskýrt fyrir mér að önnur fjármálafyrirtæki sem væru eingöngu að taka þátt í útboði fyrir eigin reikning, það tíðkaðist ekki að vera með úthlutun til þeirra. Það var skýringi sem ég fekk. Okay. Í atkvæðaskýringu við það þegar þessi lög voru samþykkt, þá sagðir þú sem þingmaður þá að þessi lög var að setja allt vald til ráðherra í varðandi söluna. Er það ekki rétt? Jú, það að selja eða ekki selja. Það hljómaði ekki þannig í öðrum skýringum sjálfstæðismanna, en allt í lagi. Er það jaðartilfelli að selja pappaðinn með ríkiseign? Ég skil ekki alveg hvað... Þú varst að vísa í spurningunni, eða þegar þú svaraði spurningunni áðan, að það væri bara jaðartilfelli þessi svona litlu aðilar? Já, ég var að vísa til þess hér að þegar þingmaður hér að draga fram þau tilvik þegar að mjög lágar úthlutanir var að ræða, að þá það mikill minnihluti heildar úthlutanir og ég nefndi því sambandi að við verum með tæplega 97% af úthlutunum sem eru meira en 50 milljónir. Það er samt verið að ákveða það að skerða suma fjárfesta meira heldur en aðra í þessu útboði. Þannig að það tvímælast ekki einhver hlutlæga reglur það og það er mjög matskent hvernig það er gert. Við höfum ekki hugmyndu hvernig það er gert, rétt að sagt. Eru til einhver greiningar þetta? Já, sko, allt þetta ferli snýst að fá góða niðurstöðu sem samrýmist tilganginu með þessu. Og við erum alltaf að fara með þessar lengur aftur og greiningar sem við getum fengið skriflegar hvernig þetta var framkvæmt áður en það var ákveðið hverjir væru langtíma og skammtíma fjárfestar og hvernig skerðingar ættu að vera. Þið sögðu líka sérstaklega að það væri leyfilegt að skerða skammtíma fjárfesta meira heldur en langtíma fjárfesta. Hvernig vitum við að til dæmis að pabbiðin lendir ekki í hópnum sem að skertur minna? Já, í rökstuddamati Bankasýslunnar beinlinni sagt skriflega að það standi til að skerða með ólíkum hætti skammtíma og langtíma fjárfesta og eins og Bankasýslan hefur skýrt þetta þá hafa flokkað hópa fjárfesta bara í svona eins og hólf og lífeyrissjóðir og aðrir slíkir eru skilgreindir sem langtíma fjárfestar og mér finnst það hafa komið ágætlega fram í umræðum þetta mál að það skiptir máli að vera ekki eingöngu með langtíma fjárfesta og eingöngu með lífeyrissjóði á tilboðsliðinu. Það skiptir bara verulegu máli fyrir heildar niðurstöðuna, fyrir þau markmið sem við höfum sett okkur. Það skiptir líka máli fyrir verðið. Bjarni, heldur í alvörunni að þú komist upp með að selja pappaðinu banka eftir allt sem að hefur gengið á undan? Bara þú veist, vapningin, sjóðu 9, sendera kapalinn, Falsson og skýrsludótið og bara, þú veist, eftir allt þetta vesen sem að þú og flokkurinn búin að láta þjóðinni gangi í gegnum og undanförnum áratug, bara, þú veist, allir aðrir myndi maður halda stjórnmálamenn sem hafa bara svona snefilega virðingu fyrir siðmenntuðu samfélagi
væri búin að segja af sér út af hverju einasta máli í þessu. Heldur ég alveg að komast upp með þetta? Þetta bara áróður sem þú ert að þylja upp og þú flytur hann hingað inn í þessa nefnd líka og ég hef bara aldrei átt í vandræðum með það að mæta kjósendum í þessu landi, gangi gegnum kosningar, mæta þér og öðrum mótframbjóðendum, svara fyrir mig og mín mál, uppistaðan af öllu því sem þú ert að telja áróður og nú gengum við til kosninga í september síðastliðin og það var einn þingmaður sem fór með fleiri atkvæði á bakvið sig heldur nokkur annar sem að fekk kosningu í þeim alþingiskosningum og það var sá sem þú ert að tala við núna. Heldur ég alveg að það sé holdt bara fyrir það að svona íslensk samfélag almennt séð að það komist upp á þann hátt að fjármálaráðherra selji pappa sín banka? Þetta bara áróður sem að þú ert að flýta hér og þetta er framsetning það er mjög vel komið fram að þetta voru ekki hlutlæga reglur. Fólk var skert á mismunandi hátt. Það er mjög matskennt. Formenn og forstjóri Bankasýslunnar vissu ekki einu sinni hvaða fyrirtæki þetta var Hafsilfur sem er stjarnfræðilega ólíklegt miðað við þekkingu þeirra reynslu á þessu sviði. Miðað við allan undirbúningin sem að fólk hefði átt að geta haft hérna og búið að vera að reyna að lýsa að það átti líka samkvæmt lögum fjármögnun hryðjuverka og peningaþvættis. Það átti fólk sem að með tengsl við stjórnmálamenn að vera flaggað. Það var ekki gert. Það var einhvern veginn allt í þessu sem hún bara virtist klúðrast og þú veist, það ekki skylda ráðherra að spyrja þessara grunnspurninga? Ég vanhæfur til þess að taka þessa ákvörðun í ferli sem ekki einmitt almennt? Við vorum ekki í beinni sölu. Við vorum að framkvæma útboð þar sem við vorum með skilgreiningar á því hverjir gætu talist hæfir til þess að taka þátt. En ef að þingmaðurinn svona sannfærður að hér hafi stjórnsýslulög verið brotin, hér hafi lög peningaþvætti verið brotin, hér hafi mörgar aðra lagagreinar verið brotnar, þá hlýtur hann bara að vera rólegur vegna þess að allt þetta til skoðunar. Var til fyrirfram greining á því eða einhver minnisblað sem að ráðherra hafði í höndum þessar reglur sem sagt aðkomu þeirra fjárfesta sem að komu í útboðið það hvernig þeir yrðu skertir? Við höfum þetta reynslu frá almennu útboðinu í fyrra og eins og við sáum í því útboði þá vorum við með dálítið annan tilgang í því útboði. Við vorum að leita að ríkari þáttöku almennings og í samræmi við það þá vorum við meira upptekin af því að fá sem flesta til þáttöku og minna upptekin af því að einkafjárfestar kæmist af og í samræmi við annan tilgang í þessu útboði þá lá það fyrir að við úthlutun og ákvörðun skerðingarhlutföll yrðu þau viðmið sem að lágu til grundvallar í þetta skiptið höfðu til hliðsjónar. Því beindi ég til Bankasýslunnar, það fullyrti Bankasýslan við mig í rökstudda matinu að yrði niðurstaðan og til þess að uppfylla þær skyldur sem að hvíla mér þá get ég bara gengið svo og svo langt og ég tel að við höfum gefið mjög skýr fyrirmæli, við hlustuðum eftir ólíkum sjónarmiðum, við tókum þau með í reikningin og þar með held ég að ráðuneytið og ég hafi uppfyllt mjög vel þær skuldbindingar sem að okkur hvíldu og höfum ekki rekist á hæfisreglur eða annað það sem að háttvirtur þingmaður telur að sé svo augljóst. Var þetta samkvæmt fyrirskipun ráðherra opið og almennt útboð? Þetta var ekki almennt útboð, nei. Telur ráðherra að ákvörðun söluna samkvæmt 4. grein laga sölu með eignarhluta ríkisins í fjármálafyrirtækjum sé stjórnvaldsákvörðun? Hvaða ákvörðun segirðu? Ákvörðun söluna samkvæmt 2. grein, 2. málsgrein 4. grein lagana. Við höfum nú rætt þetta, ég nú með sérfræðingi þessu efni hérna með mér svona til þess að bregðast við þessu. Hvers konar ákvörðun hlutunin til dæmis og það hefur verið talið að hún sé í raun og veru með einkaréttarlegt eðli. Þetta til dæmis ekki ákvörðun sem að þú tekur og býður mönnum að hafa andmælarétt við. Þannig að þegar við rætt þetta og þá vantilega til eitthvað skriflegt sem það getur sendt okkur þetta. Ég veit ekki hvað við eigum. Já, ég mála að taka saman. Ekkert svona til fyrirfram í rauninni fyrir ráðherra að hérna væri ráðherra
ekki að taka stjórnvaldsákvörðun, hérna væri ráðherra í rauninni alveg frýr frá því að geta bara skrifað undir með svona armslengd. Já, en sjáðu til sko að hæfisregluna geta átt við hvort sem að að ræða gjörning sem hefur einkaréttarlegt eðli eða hvort sem að ræða stjórnvaldsákvörðun. Einmitt. Takk fyrir. Auðvitað. Erna, Gjörsson. Já, takk fyrir. Ég vil þakka fyrir að koma hérna og svöldist þessa. Mér vil langar bara nokkra spurningar. Það fyrsta lagi þá finnst mér mín upplifun að komandi hérna inn í þetta mál með nokkuð brátt að það sé eins og það hafi eitthvað annað gerst þegar upp staðið heldur en það sem var kynnt í ráðherranefnd efnahagsmál 4. febrúar. Bæði til dæmis hvað varðar hvernig eigendahópurinn samsettur, þessi rökum fjölda kaupenda, ég kannski fæ koma aftur að því síðar að þeir voru fleiri litlir heldur en nánast allir virðast hafa búist við. Mér langar að biðja ráðherrann fyrst að bregðast við því hvort þetta sé hafi eitthvað annað gerst heldur en var uppalega kynnt. Ég get alveg tekið undir það að það voru úthlutanir sem að voru mun lægri heldur en að maður hefði séð fyrir svona þegar maður var að hugsa rúmlega 50 milljarða útboð. Þetta útboð augljóslega átti alltaf eftir að standa og falla með áhuga stóru fagfjárfestana, enda þegar það rifjað upp hvernig Bankasýslan bar sig að eftir að ég hafði gefið heimildina á föstudeginum fyrir útboðið, þá fer hún og það fer á stað svona ákveðin markaðskönnun eða þreifingar á mánudeginu. Og það gerist ekki með því að leita til einstaklinga eða smærri fjárfesta heldur með því að tala við þessu stóru aðila, og þar kom strax í ljós að var mikill áhugi, og það er á þeirri forsendu sem að Bankasýslan leggur til að það verði farið af stað á þriðjudeginum. Þess vegna var, athyglin öll á þessum stærri fjárfestum, og við vorum fyrst og fremst að horfa á það, vegna þess að þeir áttu á endanum eftir að ráða úrslitum um það hvort að vel tækist til eða ekki. Hvort að spurningin um það hvort að úthlutanir þessar smærri hafi verið gegn því sem að við höfðum lagt upp með, þá þetta er aldrei svona erfitt að svara þessu af eða á, vegna þess að þetta hefði lítið verið rætt. Ég sá engar athugasemdir hérna frá þinginu, til dæmis eftir þinglegu meðferðina eða þinglegu umsagnirnar að það ætti að setja 50 milljón á gólf eða 100 milljón á gólf eða eitthvað slíkt. Það komu bara engar slíkar ábendingar upp. En þegar maður skoða síðan niðurstöðuna, þá sjáum við eins og ég var að rekja hérna áðan. Þetta er litli minni hlutin, þetta eru þessi 3% sem eru þarna í endanum, og mikil umræða hefur farið fram í samfélaginu 3%. En samkvæmt því sem ég hef skilið frá Bankasýslunni, þá hafa þessi 3% hjálpað til eins og aðrir einkafjárfestar í því að hífa upp eftirspurnina, tryggja betra verð, og maður þarf auðvitað að svara ákveðinu svona prinsippspurningu, ekki kannski síst eftir að við ákváðum í síðasta útboði nær alfarið að útiloka þennan fjárfestahóp, eins og menn muna. Við skárum þessa niður í 1 milljón síðast. Ef við ætlum aftur að skera það alveg niður, þá kannski hefði við þurft að taka betri umræðum það á hvaða forsendum það hefði átt að vera. Takk. Mér finnst ég má bregðast við þessu í svariðinum að það eru engar ábendingar verið golf. Mín upplifun að koma hérna inn í þennan hóp svo að menn hafi bara allir gefið sér að það væri einhvers konar golf, eða eðli verkefnisins væri þannig að það væri innbyggt, skiljið. En næsta spurning þá, við höfum rætt svolítið þess að ferla hérna, og meðal annars var náttúrulega gríðarleg orðsporsáhætta við þessa sölu, og sem heldur betur raungerst. Ég meina það er orðsporsáhætta bara að liggur í augum uppi að fara með svona stóra eign. Ég hafandi verið stjórnarformaður í banka í ríkiseigu á sínum tíma, þá þekki ég það. Og þá spyr ég það er líka búið að segja að það verið ýmis minnisblöð og tilmæli og fyrirmæli og allt þetta. Var ekki ástæða til, eða já eða nei, var ekki gerð
einhver svona ítaleg handbók eða lýsing á þessu ferli, annars vegar hálfu fjármálaráðuneytisins, einmitt til þess að koma í veg fyrir að setja uppi með svona skandal, ef ég má nota það orðhæsti þeirra, og þá líka hér síðan hjá Pirkjöðu bankasýslunni að hún hefði síðan í framhaldinu á grunni þessara samansöfnuði fyrirmæla og það sem að væri búið að fara skref fyrir skref í gegnum bæði hvað þetta gera, hvernig þetta gera það og hvaða varnar orð þyrfti að hafa uppi eða hvaða hættum þyrfti mögulega berðast við. Þegar að spurt orðspórsáhættu, þá ekki örugglega verið að tala orðspórsáhættu fyrir Íslandsbanka? Líka íslenska ríkið, fjármálaráðuneytisins seljanda. Já, það ekki hægt að svara því öðruvísi heldur en að það upphaf og endir alls hjá okkur að fara að lögum, að fylgja fyrirfram skýrum málsmeðferðarreglum sem að mér fannst að væru ágætlega skynsamlegar og uppbyggilegar. Þetta nokkuð víðtækt samráð sem við áttum og það þarf einfaldlega bara að vanda sig. Við erum með þessa sérhæfðu stofnun sem að síðan treystir á samstarf við fjölmarga aðila. Sumt af því sem að mest hefur verið gagnrýnt sýnist mér vera á þeim enda málsins og hvort það hafi farið fram einhver sérstök sjálfstæð greining á orðspórsáhættunni. Ég meina, það það sem að við erum að ræða til dæmis í ráðherranefndinni. Hvaða aðferð geti svona almennt séð notið mest stuðnings? Ég meina, þetta einhver atriði sem að við auðvitað látum okkur skipta máli og það hefur ekki tekist vel til núna. Minnskosti þarf að ljúka athugun á þáttum málsins sem að eru til skoðunar áður en að við getum klárað þá umræðu og ég veit ekki hvort ég get svarað þessu eitthvað betur heldur en þetta. Ef það verið að vísa til orðspórsáhættu þáttakanda í útboði. Nei, það ekki spurningu til þín, ég myndi spyrja hann annars staðar. Takk fyrir svarið, en það var ekki svarað spurningin handbók, geta starfsmenn ráðuneytisins eitthvað komið inn á það? Var útbúin einhver handbók? Við erum auðvitað með, það sem við gerðum í ráðuneytinu var að við fengum til liðs við okkur reyndan ráðgjafa sem var sjálfstætt starfandi fyrir fjármálaráðuneytið svona til þess að líta yfir ferlið frá einu skrefi til þess næsta. En að öðru leyti þá hafði Bankasýslan ráðið til sín alþjóðlega viðurkennda ráðgjafa sem að hafa framkvæmt útboð aftur og aftur meðal annars með þessari aðferð. Þannig ég hafði nú ekki tilefni eða ástæðu til þess að fara að búa til þar til viðbótar einhverju sérstaka handbóku það hvernig Bankasýslan ætla að gera þetta í fjármálaráðuneytinu. En það eflaust mjög mikið efni til í ráðuneytinu þessa hluti alla. Ég spyr að því að það stundum svarað með þeim orðum að það sé hægt að taka saman eitthvað. Það þykja mér vera eftir og skýringar. En það bara mitt mat, við kunum að deila ekki skoðum þar. En maður þá bara síðustu spurninguna formaður. Ég hef ekki áttað mig á því en að samningarnir að þetta viðfangsefni heyrir undir erlendan dómstól, það ekki réttur skilningur hjá mér. Þá spyr ég hvernig í veröldinni getur það gerst að forstjóri Bankasýslunnar lýsi því yfir að það hefði aldrei gerst að tilteknir aðilar hefðu tekið þátt í þessu útboð erlendis ef að erlendar reglur gilda þetta útboð hér á landi. Nú þú lögfræðingur en þú starfsmenn ráðuneytisins, vil ég kommenta á þetta? Já, ég held að hérna séum við að ræða það að samningur við ráðgjafa hann lúti ákveðnum reglum sem að ráðgjafinn allt ferli fyrir ekki að ég má grípa fram í einu sinni. Nei, salan sem slík og störf innlendra söluráðgjafa bara eftir íslenskum lögum, það alveg klárt. Þú ekki samevrópska? Það eru skilgreiningar í þessu ferli eins og til dæmis hæfir fjárfestar sem að eiga uppruna sinn í evrópska regluverkinu. Já, takk fyrir. Ég meina, allt þetta tala hæfa fjárfesta, mér finnst það ekki hafa komist vel til skila, auðvitað tilkomið vegna þess að það er verið að undirbúa útboð þar sem að ekki stendur til að fara í almenna skráningalýsingu eða sem sagt gæta öllum þeim sjónarmiðum sem þarf að gæta að til þess að geta réttlætt sölu til almennings að annar eldur en fagfjárfesta. Þannig að það er verið að spara sér það viðbótar skref með því að horfa eingöngu til hæfra fjárfesta. Takk. Þakka hæstvirtum ráðherra fyrir svörin. Takk, Bryndís. Já, takk fyrir formaður. Það nú
reynda búið að spyrja svolítið út í það sem að ég hafði ætlað að spyrja en það sem sagt þessi umræða litlu fjárfestana sem að það alveg rétt hjá ráðherra, öll orkan virðist einmitt vera að fara í þessi fáu prósent og það kemur samt skýrt fram sko í greinargerð frá bankasýslunni einmitt að það hafi komið þeim á óvart. Þannig að mín spurning einmitt kom það líka fjármálaráðherra á óvart að við værum með svona litla fjárfesta þarna inn í útboðinu og hvaða kosti telur ráðherra hafa verið að hafa þá með í ferlinu. Hinn spurningin lítur að því að hér hefur verið fullyrt af nefndarmanni að við höfum ekki fengið hæstaverð og þá verið að líta því að það hef ekki verið falið ver með ríkiseigur. Telur ráðherra að við höfum fengið hæstaverð eða gott verð fyrir þennan hlut í útboðinu? Eða telur ráðherra að það hefur verið hægt að ná fram þeim fjármunum með einhverjum öðrum hætti? Bara að því að þú ert búin að svara flest þessu Bjarni örstutt bara. Já, það kom mér nokkuð á óvart en þennan dag og daginn áður þegar Bankasýslan fer í þessar svona þreifingar til að kanna eftirspurn, þá eru við auðvitað fyrst og síðast að vonast eftir sem allra mestri eftirspurn og í því sambandi þá eru það góðar fréttir ef að margir að lýsa áhuga. Það eru góðar fréttir en það var afslátturinn eða það sem við viljum kalla frávik frá síðasta markaðsgengi lág og það er alveg sjálfsagt að greina frá því hér að í mínum huga var ákveðin svona sársauka þröskuldur í því eitthvað stærri kringu 5% og það höfðu við rætt í ráðherranefndinni. Við vorum að vonast til þess að standa ekki frammi fyrir því að markaðurinn vildi meira en 5% frávik frá síðasta markaðsgengi. En þegar að tekið tillit til arðsins og sögulegra þróunar á verðinu þá var endanlegt verð í þessu útboði bara sambarlegt verði sem var algengt oft á þessu ári fyrir útboði. Hinn spurningin varðandi það hvort við höfum verið að fá besta verðið sko, ég meina telur ráðherra að vera að selja þetta með öðrum hætti og fá þessa ég held til dæmis ef við myndum bjóða allan eignarhlutin til sölu til eins aðila þá myndum við fá yfir markaðsverð en við höfum bara ekki verið á þeim buxunum að láta verðið eitt og sér ráða öllu. Við höfum skoðun á því hvað við getum gert til þess að tryggja fjölbreytt dreift eignarhald heilbrigða samsetningu eigenda hópsins. Við erum að hlusta eftir álitum frá samkeppniseftirlitinu og við erum að horfa til atriða sem eru nefnd í hvítbókinni og svo framvegis. Sá valkostur að leggja eingöngu áherslu á hæsta verð finnst mér ekki hafa átt upp á pallborðið á þinginu fram til þessa. En við fengum það sem að við fengum markaðsverð fyrir þennan hlut þennan dag. Þannig ég held að þetta hafi verið rétt verð, fengum góða eftirspurn og þess vegna fannst mér þetta vel heppnað. Takk, Kristrún. Já, takk fyrir þetta. Við höfum knappan tíma þannig að ég ætla að spyrja nokkra svona eða já-nei spurningar með örstuttum inngangi. Undanþága frá opnu útboði aðeins lögleg ef sérstakar aðstæður kalla á. Í minnisblaði frá Bankasýslunni til fjármálaráðherra í janúar talað að sú áhætta sem felst í virkum og kvikum markaði með hlutabréf Íslandsbanka mætti telja sem sérstakar aðstæður og síðan líka talað að lokað útboð sé leið til að fá hæsta verð. Þetta reyndar athyglisvert með það sem múst að segja hér varðandi hæsta verði því Bankasýslan í gær lagði áherslu á að það væri forgangsmarkmiði en gott og vel. Sem sagt, undanþágan var byggð á hæsta verði og koma í veg fyrir kvikarhreyfingar. Nú liggur fyrir að 2 hæfum fjárfestum var hafnað í ferlinu á grundvelli leiðbeininga erlends fjármálaráðgjafa þar sem það tíðkaðist ekki í alþjóðlegum útboðum að úthluta til slíkar aðila sem í eðli sínu gæti verið kvikir fjárfestar. Fyrsta spurning, já eða nei, vissir þú að þessum aðilum hafði verið hafnað á þessum grundvelli? Ég ætla nú ekki að Vissirðu þetta? ég ætla ekki að fara að svara já og nei spurningum eins og við séum í einhverjum útsendingum til skemmtunar fyrir áskrifendur að sjónvarpi sko. Ég hafði á þeim þetta kvöld, ef það verið að spyrja þetta kvöld, þá hafði ég ekki upplýsingar annað en að 2 bjóðundum yrði ekki úthlutað en að öðru leyti yrði öllum úthlutað. En ég hafði ekki forsendunar fyrir frá mig. Vissirðu að 2 hæfum fjárfestum hefði verið hafnað?
Mér var sagt að 2 fengju ekki úthlutun þar sem uppfyllt ekki skilyrði Bankasýslunnar. Ok. Í öðru lagi, spurðist þú fyrir hvort innlendu ráðgjafarnir hefðu veitt svipaða ráðgjöf fyrir aðra fjárfesta sem gerðu tilboð? Svipaða ráðgjöf og hvað? Sem sagt að hafna öðrum fjárfestum á grundvelli þess að þeir væru kvikir og það væri ekki eðlilegt að útluta til þeirra. Já, nú ertu að gefa þér þá forsendu að þessum aðilum hafi eingöngu verið hafnað af þeirri ástæðu þeir væru kvikir. Það stendur í minnisblaðinu frá Bankasýslunni sem kom í gær. Já, það er þá verið að vísa til þess sem að við ræddum hérna áðan að hér væri að ræða viðskipt fyrir eigin bók, þannig að menn sæi ekki fyrir sér að þessi fjárfestar eru til lengri tíma. Já, það var ekkert búið að banna þessum aðilum fyrirfram að taka þátt samt. En það var engum bannað að selja heldur eftir útboði. Nei, en ég er að segja að þessum aðilum var ekki búið að banna en það var tekin huglega bara matskend ákvörðun að banna þeim samt að kaupa. Í rökstuddamatinu er vísað til þess að viðteknar venjur á hlutabréfamarkaði verði hluti ákvörðunar úthlutun og þeir fengu heimild til þess að fylgja því. Ok. Í þriðja lagi, veistu hvernig komist var að niðurstöðunni 117 krónur á hlut? Já, það leiðir af eðli máls að menn safna inn á bókina og máta sig í ólíku verði miðað við tilboðin sem hafa borist inn og það var alveg skýrt af hálfu Bankasýslunnar að á þessu verði næðu við best heildarmarkmiðunum sem að væri verið að sækjast eftir í útboðinu. Það væri fórnarkostnaður á því að leitast eftir hærra verði. Já, í fjórða lagi, ertu viss að það hefur verið hæsta verð þrátt fyrir að það sé engin rökstuðningur fyrir verðinu í rökstuddamatinu? Hér stendur aðeins að verðið sé 117 krónur. Já, það er alveg skýrt að það hafði verið legið yfir þessu á grundvelli tilboðsbókarinnar og viðmiðin sem að Bankasýslunni höfðu verið lögð í té höfð til hliðsjónar og af því leiðir og þetta hefur við ég hef tekið þátt í því að svara þessu áður eða sem sagt brugðist við spurningum verðið að það var alveg ljóst að mögulegt var að selja 50 milljarða hlut fyrir eitthvað hærra verð en þá hefðum við fórnað öðrum markmiðum sem að var verið að leggja mikla áherslu á í ferlinu og þetta mat fólum við Bankasýslunni og þeirra ráðgjöfum. Já, takk fyrir. Ég legg áherslu á það að eina af ástæðan fyrir það var löglegt að loka útboðinu var meðal annars hæsta verð. Að lokum, þá vil ég spyrja, er það ekki svo að hæfur fjárfestir þurfti að vera á viðskiptamannalista hjá þessum 5 söluráðgjöfum til þess að geta tekið þátt í útboðinu? Já, nú ertu bara að spyrja mig út í sértæk atriði í lögunum þetta er sértækt atriði í lögunum sem að fjármálafyrirtækin svara til fjármálaeftirlitsins og ég ætla bara ekkert að fullyrða það nákvæmlega hvernig þær reglur eru túlkaðar í framkvæmd. Ég ætla ekki að gera það. Þetta er ekki reglur, þetta er í rauninni þannig að þú þarft að vera skráður í viðskipti hjá þessum söluráðgjöfum til að geta tekið þátt. Já, spurningin lítur á því. Þekkja ráðgjafar eitthvað sem sitja hér inni til þess. Hafið þið þekkt eitthvað fjármálmarkað til að geta svara þess? En í spurningunum felst að hvort ég hafi skoðun á því, hvort að það fari ekki skoðun, veistu þetta? Má ég fá aðeins bregðast við? Sko, í spurningunum felst meðal annars að hafa skoðun á því, hvort að það hafi farið á svig við lög eða reglur ef að einhver tók þátt í útboðinu að mati fjármálaráðgjafa eða söluaðila sem að fyrirfram var ekki á neinu lista en færðist kannski inn á listan í ferlunni. Þetta er atriði sem ég ætla ekki að tjá mig ég bara veit ekki hvort að það myndi hafa staðist. Þekkja ráðgjafar eitthvað sem á sérþekkingu á þessu hvort það sé möguleiki að klukkan 16:11 þegar þú áttar það á því að útboðið fara af stað og þú ert ekki á viðskiptamannalista hjá þessum 5 sölumönnum að það sé mögulegt á skömmum tíma að setja sig upp í viðskipti hjá þessum söluráðgjöfum. Sko lögin gerir náttúrulega kröfum ákveð mat sem þarf að vera fram og ég ímynda mig það að það sé mjög knappu tími til þess að framkvæma slíkt mat. Ég hef býst við því að þetta sé eitt af þeim atriðum sem að skoðun fjármálaeftirlitsins eða fjármálaeftirlits Seðlabankans mun beinast að hvort að einhverjir aðilar hafa komið þarna inn með óeðlilegum hætti. Ég er að reyna að spyrja hvort að þið hafi ekki vitað
að það var þannig að ef þú ert hæfur fjárfestir en ekki settur upp á kúnnalista hjá þessum 5 söluráðgjöfum, þá gastu ekki tekið þátt. Já, sko það var náttúrulega þannig eins og komið fram að það voru sendar upplýsingar útboðið, það voru settar opinberlega út. Við erum að reyna að ná til sem flestra og auðvitað gátu hæfir fjárfestar, hvort sem þeim voru að skrá hjá einstöku fjármálafyrirtækjum eða ekki, haft samband við söluráðgjafana og leitast eftir því að komast inn á þennan lista. Það er síðan þeirra að meta það hvort uppfyllir þær kröfur. Takk fyrir þetta, Vilhjálmur. Já, takk fyrir þetta og þessu umræðu sem hefur kannski verið mest framkvæmdina. Mér langar bara að nýta tækifærið að hafa ykkur hér varðandi þessa stóru sölu að spyrja hvaða áhrif á efnahagsrekstur ríkissjóðs hefur þessi sala haft og svo kannski þá þróun á gengi bankans eftir söluna. Já, það hefur skipt verulega miklu máli að ná að losa þennan rúmlega 100 milljarða eignarhlut, en þar ég að vísa til sölu andvirðis í þessum 2 útboðum á undanförnu ári. Það hefur aukið trúveruleika ríkisins á markaði, það hefur sýnt að við erum ekki í neinum þrengingum við að afla okkur lánsfjár til að standa undir hallarekstrinu sem hefur verið þó nokkuð mikill undanfarið og þetta hjálpar sömuleiðis varðandi lánstraustið. Við fengum síðast hækkun á lánshæfismati einmitt á þeim grundvelli að horft fram á við að þá væru ríkisfjármálin að sigla örugglega í átt að jafnvægi að nýju og í því sambandi þá þetta létt okkur vaxtabyrði og svo framvegis. Þannig að þetta eru þættir sem að hafa skipt verulega miklu máli. Síðari spurningin vék að... Já, með hvernig útbúið tekst það að hefur það áhrif á rekstur eða á afkomu ríkissjóðs, hvernig verðið þróaðist? Já, ég meina verðþróunin eftir söluna hefur verið mjög jákvæð fyrir ríkið sem langstærsta eigandann. Svona mjög gróft séð og þetta breytist verðið frá einum degi til næsta, þá hefur virði eignarhluta ríkisins hækkað það bil 10 milljarða frá útboðinu sem eru mjög stórar fjárhæðir í ríkisfjármálasamhenginu og það aftur kemur inn á það að því að hér hefur verið rætt það að við vildum alls ekki kvika fjárfesta þá sem ætlu bara að koma inn og svo bara fara aftur. Af hverju viljum við ekki slíka aðila? Já, þeir eru ekki til þess að hjálpa okkur til við verðþróunina. En ef við horfum á verðþróunan ein á sér og fjölgun á hluthafalistanum, þá höfum við ekki lent í neinu vandræði með það í þessu útboði. Þvert á móti. Þú tókst einmitt frábærlega að framkvæma stórt útboð án þess að verðið lækkaði í kjölfarið vegna þess að við létum svo marga hafa bréf sem ætluðu aldrei að vera eigendur. Það öfuga hefur gerst. Takk, Þorbjörg. Já, ég er með 4 spurningar í lokin. Svo fyrsta, samkvæmt lögum Seðlabanka Íslands, þá ert þú ráðherra fjármálaeftirlits. Það kemur fram í 15. greininni. Seðlabankinn er undir forsætisráðherra en eftirlitsþátturinn undir fjármálaráðherra. Ég velti því upp hvort að það komi til skoðunar eða komi til álita hjá fjármálaráðherra að hann víki sem ráðherra fjármálaeftirlits á meðan að það stendur yfir rannsókn á þeim þáttum sem þarna heyra undir og ráðherrann ber stjórnskipulega ábyrgð á. Opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi er líka undir ráðherra samkvæmt forsetaúrskurði við nýtt stjórnarráð Katrínar Jakobsdóttur. Spurning númer 2, að því ég er ennþá dálítið hugsi yfir þessum orðum viðskiptaráðherrans í fjölmiðlum í gær og svörum þínum þarum. Þannig ég spyr beint, var ágreiningur innan ráðherranefndar efnahagsmál söluaðferð? Þriðja spurning, kannski svona varðandi upplifun almennings. Við sjáum skoðanakannanir sem tala það að 83% þjóðarinnar eru óánægð með niðurstöðu. 87% þjóðarinnar telja að illa hafi verið staðið að sölunni. Hverjar eru skýringar fjármálaráðherra á því að þessari útbreiddu óánægju almennings? Og 4. spurning, ég er þeirra skoðunar að það felist nú kannski svolítið dómur það hversu vel tókst til að ríkisstjórnin sendi frá sér fréttatilkynningu það
að frekari sölu yrði ekki framhaldið og að leggja þurfi niður, eða leggja eigi niður bankasýslu. En ég veldi fyrir mér vegna þess að háttvirtur þingmaður Vilhjálmur Árnason spurði áhrif þessara sölu. En hvaða áhrif hefur það þá á ríkisfjármálin að ríkisstjórn sem að hugðist halda þessu söluferli gangandi þarf núna að bakka með það? Hverjar verða fjárhagslegar afleiðingar þess að þurfa að víkja frá þeim fyrirætlunum? Þessar 4 spurningar myndi ég vilja fá framsvör við. Takk. Já, það er bara fyrst að Seðlabankinn er sjálfstæð stofnun og ákvörðunum hans verður ekki skotið til ráðherra. Ráðherra er ekki æðsti yfirmaður fjármálaeftirlitsins, það er bara rangt. Málefnissviðið heyrir undir þér. Já, það er allt annað mál og hefur ekkert með þá stjórnsýslu að gera sem að þingmaðurinn er að láta í skína hérna þar sem að ráðherra er æðsti yfirmaður. Ég er að vísa í 15. grein laga Seðlabanka Íslands. Já, það mál hefur bara einfaldlega þá þýðingu að ég hef frumkvæðið því gagnvart ríkisstjórn og þingi að mæla til dæmis fyrir lagabreitingar og bera ábyrgð á slíkum þáttum. Ég fer sömuleiðis með tilnefningar rétt inn í ákveðna nefndir á móti öðrum aðilum í stjórnkerfinu. En ekkert af þessu breytir því að við erum með sjálfstæðan Seðlabanka. Seðlabankinn spyr ekki forsætisráðherra hvort hann megi hækka vexti og hann er ekki rekinn tilbaka með vaxtahækkanir. Og með nákvæmlega sama hætti er fjármálið. Mér finnst þetta bara svo mikið grundvallar atriði og mér finnst þetta grafa undan sjálfstæði Seðlabankans þegar það er látið í það skína að ráðherrann með veru sinni á ráðherrastól geti haft slæm áhrif á niðurstöðu fjármálaeftirlitsins. Og þetta er bara mikið grundvallar atriði sem mér finnst mikilvægt að halda til haga. Ráðherra, ég ætla þá aðeins. Ég spurði þig í ljósi þess að þú berð stjórnskipulega ábyrgð á þessum málaflokki og samkvæmt lögum heyrir málaflokkurinn undir þig. Ég ætla ekki að sitja undir því að ég sé að láti eitthvað skína. Ég er að spurja vegna þess að lögin hljóða svona og hvort að þú tellir í ljósi lagana ástæðu til að víkja sæti sem ráðherra fjármálaeftirlits á meðan á þessari rannsókn stendur. Ég er ekki að láta skína í eitt eða neitt. Ég er búin að svara þessu. Og varðandi ráðherranefndina aftur, nei, ég tel ekki að það hafi verið ágreiningur, það hafi bara verið líflegar umræður og við vorum sammála um það að það verið margir eftirsóknarverðir kostir við það að fara í almennt útboð. Þess vegna lagði ég til í þessari greinargerð sem fór hingað inn til þingsins áherslu á að við myndum fara almennu útboðsleiðina í framhaldinu, við myndum meta niðurstöðuna af þessari aðferð sem við vorum að framkvæma í fyrsta skipti og við sammæltumst það að gera þetta ráðherrarnir í nefndinni. Þannig að ég tel ekki að það hafi verið ágreiningur í nefndinni þó að þar hafi verið rökrætt fram og tilbaka. Það er gott að fá það staðfest. Þriðja spurningin laut að viðbrögðum almennings. Já, þetta er nú ekki spurning sem að ég taldi ástæðu til þess að mæta hinga til þess að svara hvað með þetta skoðanakannanir. En það liggur bara í hlutarins eðli að við höfum sett málin í ákveðin farveg. Það kemur mér ekki óvart að eftir að við höfum sagt að við ætlum ekki að nýta þessa tegund aðferðar við frekari sölu, eftir að við höfum sagt það sé sjálfsagt að láta Ríkisendurskoðun kanna málið, eftir að við höfum sagt að það veri bara jákvætt að fjármálaeftirlitið ætla að fara ofan í einstaka framkvæmdaþætti og ég hef sagt að það sé sömu spurningum en ósvarað, þá finnst mér ekkit skynsamlegt að hafa væntingar einhverja yfirgnæfandi almenna ánægju með þetta, en ég bendi hins vegar á. Enda er hún ekki til staðar. Ég get alveg tekið pólitíska umræðu hérna inn í þingsal, en það er engin tilgangur í því að vera að ræða skoðanakannanir eða óánægju almennings hér inn í þingnefnd. Og varðandi það að leggja niður bankasýsluna, þá erum við fyrst og fremst að segja, við ætlum að fara aðra leiðir í framtíðinni og áhrifin á ríkisfjármálin ráðast af því hvernig tiltekst að koma með aðra leiðir og halda söluferlinu áfram og það standa opnar dyr til þess að gera það á komandi misserum að því gefnu að við höfum lokið yfirferð á svona valkostum sem okkur standa til boða og náum samstöðum það að ljúka því. Ég spurði frestunina á frekari sölu og áhrif. Já, það er aðstæð eins og ég segi, alfarið af því hversu vel tekst til við að koma með nýja aðferð og hrinda henni í framkvæmd. Ef það dregst 1, 2, 3 ár, þá hefur það áhrif á þessa stóru mynd sem við höfum þegar teknað upp í
fjármála áætluninni en það er engin heimsendir fyrir ríkissjóður stendur gríðarlega sterkt. Og stendur fjármála áætlun óhögguð? Nei, við myndum þurfa að taka tillit til þess við uppfærslu hennar næstu ef það væri búið að slá af áform frekari sölu eignarhluta, en við höfum bara einfaldlega ekkert gert það. Við höfum sagt við ætlum að taka aðferðafræðina til endurskoðunar. Takk, heyrðu, það eru 2 eftir á mælendaskrá, það er Eyjólfur næstur, gjör svo vel. Já, takk fyrir. Mér langar að spyrja, þú nefndir hæfa fjárfesta, fagfjárfesta, við notum bara hugtakið hæfi fjárfestar og mér langar að spyrja hans verðenda hæfi, ég var svona ekki að föðuðin er mjög hæfur fjárfestir svona almennt séð, en mér langar að spyrja hann til starfsmenn Íslandsbanka sem voru að kaupa, telur þá hæfa fjárfesta í þessu útboði? Þessari spurningu er ekki hægt að svara svona opið. Af hverju ekki? Af því að þú getur ekki tekið einhvern hóp af fólki og sagt hvað finnst þér þennan hóp? Þeir eru starfsmenn söluráðgjafar. Það hefur aldrei verið mitt. Neitar að svara spurningunni? Það er ekki hægt að svara spurningunni. Af hverju ekki? Ég var að útskýra það. Ok, allt í lagi, ég held ég áfram. Þú talaðir áðan skilgreiningu bankasýslunar á því hverju væru hæfir fjárfestar. Það er bara skilgreiningin er raunverulega bara fagfjárfestar. Samkvæmt því sem hér hefur komið fram, það voru bara þeir sem fengu að taka þátt, þeir sem voru á viðskiptamannalista söluráðgjafana. Þannig að skilgreiningin er ekki í samræmi við það er fyrsti hluti spurningarnar. Og öðru lagi, á hverju voru ekki settar inn vanhæfisreglu stjórnsýslunar varðandi þessa sölu? Ertu að hlusta? Já, á hverju voru ekki settar inn vanhæfisreglu stjórnsýslunar varðandi þessa sölu inn í skilgreiningu bankasýslunar? Þar sem að þú ert að selja sem fjármálaráðherra. Og þriðja atriði, á hverju var ekki bara fagfjárfestum boðið að skrá sig á söluna nokkur dögum áður? Það er að fara bara í viðskiptamannalistan og hringja kvöldi. Já. Fyrsta lagi þá er það kannski ekki alfarið rétt að hæfir fjárfestar séu eingöngu fagfjárfestar, en sem sagt uppruna þessa hugtaks er að finna í evrópska regluverkinu. Ég þekki það alveg ógætlega. Takk fyrir. Já, og ég er að spyrja á hverju er þá skilgreiningi hlýtur að röng ef einungis viðskiptamannalisti söluráðgjafana réði. Það er ekki inn í skilgreiningunum. Á hverju er ekki vanhæfisreglu stjórnsýslunar inn í skilgreiningu bankasýslunar? Vanhæfisreglur eru bara almennt í gildi. Nei, það er almennisreglu stjórnsýslunar, vanhæfisreglu gilda bara stjórnsýslunar. Það gilda ekki í einkasölu. Það er alveg kristaltært. Ef þetta verið einkafyrirtæki að selja, þá var þetta allt gott að blessa. Hérna er verið að selja ríkisfyrirtæki samkvæmt lögum. Og þú sem fjármálaráðherra fyrst heimild til að selja samkvæmt lögum. Vanhæfisreglunar eiga við í opinberum stofnunum? Já, það eru starfsmenn söluráðgjafana sem voru að kaupa hérna og þú neitar að svara því hvort þessu vanhæfir er ekki. Ég spyr, á hverju voru engin vanhæfil skilyrði inni hjá bankasýslunni varðandi skilgreiningu á hæfu fjárfesti? Þú spurðir ekki reyndar að því hvort þeir væru vanhæfir. Og starfsmenn seljandana. Þeir voru að selja sjálfum sér. Þú spurðir ekki að því hvort þeir væru vanhæfir, þú spurðir að því hvort þeir væru hæfir. Nei, ég er að spurði skilgreiningu bankasýslunar á hæfu fjárfesti. Já. Ég tel að það hefði ekki verið ástæða til þess umfram það sem gildir almennt í lögum að skrifa út sérstakar vanhæfisreglur í þessu ferli, og það liggur í hlutarins eðli að þú getur ekki varpað fram spurningu einhvern hóp af fólki og spurning var þessi hópur hæfur samkvæmt skilgreiningu lagana og þeirra skilmála sem að gildi í þessu útboði til þess að taka þátt. Þú getur hins vegar alveg velt upp spurningum það hvort að það hafi mögulega geta komið upp hagsmunaárekstrar í útboðinu og hvort að þeir sem að voru til dæmis að eiga samskipti við viðskiptamenn viðkomandi fjármálafyrirtækis, hvort að það hafi verið heppilegt að þeir væri á sama tíma að leggja inn tilboð sem að lítur dálítið út eins og þeir væri í samkeppni við eigin viðskiptamenn. Það eru mál sem að söluaðilarnir sjálfur verða að svara fyrir og augljóst eins og forstjóri bankasýslunnar hefur bent á að þar geta komið upp hagsmunaárekstrar sem hafa ekkert með það að gera hvort viðkomandi voru hæfir samkvæmt útboðsreglunum eða ekki, sem að eiga ekki að koma upp í svona útboð. Ég þakka fyrir svar. Ég með 2 aðra spurningar. Þú tók eftir áðan, þú sagðir að það hefði verið farið á svig við lögin á hinum enda framkvæmdarinnar. Orðar eitthvað svoleiðis. Það verið farið svig við lögin á hinum enda framkvæmdarinnar. Þú ber alltaf ábyrgð á því. Það er þú sem ert að selja alltaf sem fjármálaráðherra.
Er það ekki rétt skilið? Það er ekki annar sem er að selja. Sko, fjármálaráðherra sem er alltaf að selja. Já, það er enga tryggingar í samningunum með söluaðilana að svo ábyrgð sér skilgreind. Það er alltaf ábyrgðin alltaf þegar það er ekki rétt. Þó að sig við lögin á hinum enda framkvæmd. Þú veist þetta allt greinilega mjög vel. Ég er að spyrja þig. Nei, þú varst að reynda að fullyrða það en allt í lagi. Já, ég fullyrði þetta. Ég fullyrði að þú að vera að selja það. Við erum sammála því. Pólitíska ábyrgðin er augljóslega í ráðuneytinu að setja ferli á stað. Lagaleg ábyrgð er sömuleiðis til staðar en þar kemur upp spurningin um það hvernig rís ráðherra undir þeirri lagalegu ábyrgð sem á hann er lögð í svona ferli og við teljum að með þeim fyrirmælum sem að við höfum gefið og því eftirliti sem að við höfum haft með þessu ferli og allur aðdrandi málsins sé með þeim hætti að við höfum vel risið undir þeirri ábyrgð. Við getum auðvitað ekki tekið ábyrgðina á fjármálaráðuneytið ef einstaka aðilar sem eru þáttakandur í ferlinu fara á svig við lög eða reglur. Við getum ekki tekið á okkur ábyrgð á því. Já, ég þakka þér fyrir, en segir í lögunum hérna söluna, ráðherra tekur ákvörðun hvort tilboð skuli samþykkt eða þeim hafnað og undirrita síðan samninginu það. Loka spurning varandi gerðardóminn í London og ég spurði stjórnarformann Bankasýslunnar að þessu. Hann sagðist vera tilbúin að fara með ágreining varandi söluráðgjafana til gerðardóms í London og ég er búin að spyrja að því nokkur sinnum á hverju var ekki sett bara til Héraðsdóm Reykjavíkur, íslenskan dómstól. Það var greinilega ekki gert og mér skilst að fjármálaráðherra hafi enga skoðun á því með að við fyrri svör. Er fjármálaráðherra tilbúin að fara með ágreining við söluráðgjafana fyrir gerðardóm í London og þar á meðal Landsbankan sem er í eign ríkisins og líka Íslandsbanka sem er núna hluta í eign ríkisins. Er hann tilbúin að samþykkja það að það veri farið í ágreining við þessa söluráðgjafa fyrir gerðardómnum í London? Ég hef mína skoðun og ég ætla ekki að segja það, ekki sagt þér hann eftir. Já, sko, ég er nú aðalega upptekinn af því að átta mig á sko hvert tilefni þessar spurningar er. Sko, það er ágreining fyrir söluráðgjafana, þann verður að fara til London. Já, en spurningin er sko hvaða tilefni er að fara að gera ágreiningu við söluráðgjafa? Til dæmis það að starfsmenn söluráðgjafana voru að selja sjálfum sér bréf. Já, en dæmin sem að þú hefur tekið í því sambandi eru ekki erlenda söluráðgjafa. Þeir eru innlenda söluráðgjafa. Já, en það breytir því ekki. Ágreiningu varðandi það, hann fer alltaf til London, samkvæmt samningunum við þá. Það er ekki að taka það út fyrir það. Ég er nokkuð sem að samningurinn sem að Bankasýslan gerði við söluráðgjafa innanlands. Það stendur hérna í þessu plaggi hér sem ég held hérna á. Ég held að Bankasýslan hafa svarað að Bankasýslan við Íslandsbanka og Landsbankan, bæði ríkisfyrirtæki, eign ríkisins, að ágreiningurinn fari fyrir gerðardóm í London. Það er samningar skulu standa. Já, þetta er komið á framfæri, þetta þarf bara að skoða. Heyrðu, að lokum er það Björn Leví. Takk. Þegar að það er gert upp á milli aðila með matskendum hætti sem er komið vel fram hérna í orðum Bankasýslunnar í gær varðandi það að þeir settu upp hópa af langtíma og skammtíma fjárfestum og gátu ekkert útskýrt fyrir okkur hvernig í rauninni þeir hefðu sett það upp og þekktu ekki aðilana sem hefur voru að flokka í þessa hópa. Hvernig getur það verið þá hlutlæga reglur að ræða? Það auðvitað byggir á því að hlutlægnin byggir á því að allir hæfir geta boðið. Verðið er ákveðið einhliða af ríkinu og svo eru undirliggjandi markmið með sölunni þar sem að þarf að fara fram ákveðið mat við úthlutun en niðurstaðan er svo að allir nema þessi tveir sem við höfum rætt hérna fengu úthlutun og hlutlægnin liggur í því. En hvar voru hlutlægu markmiðin það hverjir væru langtíma og skammtíma fjárfestar? Já, það er flokkun sem að Bankasýslan hefur svarað fyrir og birtist í því að það eru tegundir fjárfestar sem eru flokkaðir saman. Var ekki til þetta raunni fyrirfram? Hvað áttu við fyrirfram? Það er að segja að þegar að það kemur tilboð frá mismunandi aðilum að þessi myndi klárlega detta í skammtíma fjárfestir, þessi myndi klárlega detta í langtíma fjárfestir eftir þessari tegundimi. Jú, ég tel að það hafi verið alveg skýrt fyrirfram hvernig menn myndu flokka tilboð eftir ólíkum upprunum. Fáum upp bara minnisblæðum það mitt. Hérna er að sko ákveðið framsalvalds að ræða í framkvæmd sérstaklega til Bankasýslunnar
og þú nefndir hérna áðan að þið hefur verið með eftirlit með þessu ferli, þá eftirlit með framkvæmdinni. Samt búið að lýsa því einmitt hversu stuttur tími var hérna frá því að rökstuddu áliti var skilað inn þangað til ákvörðun var tekin. En það þarf vantanlega samt eftirlit með eiginlegri framkvæmd, þó það hefur verið búið að setja upp rosalega, ekki rosalega skýr en allavega, eins og ráðherra segir, skýr fyrirmælum það hvernig framkvæmdin ætti að fara fram, þá þarf samt eftirlit með framkvæmdinni sjálfri að hún hafi farið rétt fram. Hvernig eftirlit var þetta? Við teljum ekki að það hafi átt sér staðin eitt framsal valds, heldur hafi lögin og öll uppsetningin ég segi það að ráð fyrir ákveðinni hlutverkaskiptingu. Ég viðurkenni það alveg, þetta er framsal valds með lögum, vissilega, en þið segir líka að þið þurfa að hafa eftirlit með þessari þá framkvæmd. Já, við þurfum að fá, það birtist til dæmis í því að við þurfum að fá þetta rökstudda mat, við þurfum að fá loforð það að hlutinni verði gerðir með ákveðnum hætti til þess að við hleypum mönnum áfram. Það er eftirlit sem við erum að framkvæma með því að uppfylla eftirlitsskyldu okkar með ferlinu, að fá fram loforð frá þessari sérhæfðu til þess gerðu stofnun að hún muni ekki gera þetta öðruvísi heldur en upp að lagt með. Áttu þið frumkvæðið að því að setja þessar hlutlegu reglur? Hvaða hlutlega reglur ertu að vísa í núna? Þú ert að segja að þetta hafi verið ferli samkvæmt hlutlegum reglum. Ég myndi svona, ef við rekjum okkur tilbaka í öll skjölin sem hafa komið fram, að þá held ég að það verður nú ekki annað sagt en að Bankasýslan hafi átt frumkvæðið. Lét hún ykkur fá þessar hlutlegu reglur? Þær liggja fyrir hérna í öllum gögnum málsins. Samt ekki með við það sem Bankasýslan sagði okkur hérna í gær, varðandi til dæmis hvernig þau lögðu matskent á það hverju væru langtíma og skammtíma fjárfestar. Það er alveg rosalega skýrt í vitnisburði þeirra. Já, enda segir í rökstudda matinu að upp að vissu marki muni menn þurfa að fylgja viðteknum venjum á hlutabréfamörkuðum til þess að ljúka málinu. Einhverjar óskrifaðar reglur. Ég kannast ekki við, til dæmis, að það hafi risið eitt einasta ágreiningsmál þrátt fyrir allar þessar úthlutanir. Þannig að ef það væru einhverjir þáttækendur í útboðinu sem væru verulega ósáttur við það hvernig það var framkvæmt að þessu leitinu til, þá hefði maður haldið að það risið einhver ágreiningur. Ég kannast ekki við neins slík ágreiningsmál. Er það eina skilyrðirinn sem það þarf að vera? Að einhver sé ósáttur? Ég sagði ekki að það væri skilyrði, ég sagði að það væri vísbending. Eina vísbending sem það vera. Þegar allt kemur til alls þá er þetta bara vinsældakeppni það hver hefur rétt fyrir sér þegar ráðherrar að selja pappa sínum banka. Ekkert spurning hlutlega reglur eða matskent atriði eða neitt þvílíkt. Þetta er spurning, já. Það sjálfsögðu. Nei, þetta er ekki vinsældakeppni, nei. Þannig að sem sagt niðurstaði kosningum hefur engin áhrif á þetta. Ég bara áttum ekki á hvaða þingmaðurinn að fara. Ég áttum ekki vona að ég kemi hingað til þess að svara svona vangaveltum. Þetta voru svona svör á þeirra áðan, sko. Já, þingmaðurinn var að rekja hérna alls konar ásakanir sem hafa verið bornar á mig og ég sagði einfallega þetta allt saman. Þetta er allt saman áróður og öllum þessum atriðum hef ég á löngum ferli svarað margoft og mætt kjósendum og niðurstaðan í síðustu kosningum var svo að ég fekk flest atkvæði á bakvið mig inn á þing af öllum þingmönnum. Er einmitt það einu sem skiptir máli? Það eru vísa ákveðsar reglur fyrir því að laga atkvæði minns veginn, alltaf leið. Hérna að lokum bara telur ráðherra það vera líklegt að við munum loksins ná sátt þetta rof á samfélagssáttmálanum sem var eftir hrunið og vantrausti sem tengdist fjármálakerfinu eða hvað er mat ráðherra í rauninni á því vandamáli sem hefur tvímælast verið hérna undanfarin áratug rúma? Ég held að öll sú vinna sem við höfum unnið á undanförnum árum hafi verið hugsuð til þess að endurheimta traust og tiltrú á fjármálakerfinu. Ég lít ekki þannig á að við séum að stíga neitt skref aftur á bak í því þó að ágreiningur hafi risið sölu aðferðina við eignarhluti ríkisins sem ég finnst vera annað mál. Við höfum innleitt hér allt evrópska regluverkið. Við erum með gríðarlega trausta og öfluga banka og við höfum nýlega sameinað Seðlabankann og fjármálaeftirlit. Maður færi auðvitað ekkert að tala þegar menn ætla að vera í pólitík hérna og þykjast ætla að vera hérna á faglegum forsendum og detta síðan í eitthvað svona pólitískan pitt og afskaplega lítið tilgangur í því. Við getum fært þetta bara inn í þingsalinn, svona rifrildi. Eins og ég segi, þá gerðist þetta samt. Þó að reglurnar séu mjög skýrar, myndi maður halda, að þá er hægt að klúðra framkvæmdina því að það er einfallega bara fólk sem kemur og skiptir sér af. Telur ráðherra
að með sínu eftirliti hafa hann komið algjörlega í veg fyrir að einhver hefði getið farið á svig við þær lög og reglur sem að við erum búin að vinna mjög hart að því að innleiða til þess að hann komið í veg fyrir svipaða hluti og gerðust áður. Sko, hérna verið að þvæla saman alls konar ólíkum hlutum til þess að koma í veg fyrir alls konar hluti sem gerðust áður. Hvað verið að spyrja um? Ef þið haldið að spurningin væri frekar augljóst, hvað verið að vísa í? Telur ráðherra að hann hafi gert allt til þess að koma í veg fyrir alls konar hluti sem gerðust áður? Ég get bara ekki svara svona opinni spurningu eitthvað út í loftið. Sko. Það er stórmerkilegt. Takk fyrir það. Heyrðu, kæra þakkir fyrir komuna og fyrir svörin og opnum fundi hér með loki en ég bið nefndarmenn að sitja aðeins eftir við þurfum að taka fyrir undir önnur mál. Takk kærlega fyrir svörin og sitja hér í lengri tíma.